Jóló. Hjartalega velkomin í Vákvæði glaður. Já. Þáttur 3. Jóló. Jóló. Já. Þetta er jólóta. Þetta svolítið jóló. Þetta er svona jólóþátturinn. Þetta er jólóþáttur. Já, ég svolítið jóló. Núna. Þú veist, ég er svona þannig gýr. Já, same. Þú veist, jóló. Bara fuck it. Þú veist. Bara fuck it. Nei, þú veist fuck it. Já, ég meina. Ég renni sig ekki. Fuck it. Nei, fuck it. Já, veistu, hversu mikið jólódæmi er samt þetta sinubruna dæmi. Já, vá. Að kveikja, sko, það er ekkert sem að kemur mér, þetta er ógeðslega skrítið. Þetta er alveg feitt mikið vesen. Já. Sinubruni. Já. En, Þú þekkir það. já, ég ólst upp á Holti. Já, já. Það var alltaf sinubruni þar, sko. Og það er ekkert sem kemur mér í meira svona sumargýr. Nei. Þetta er góðu sinubruni. Góð sina. Já, góð sina, góð lykt og það skilur mig. En ég meina, þú veist, það er væntanlega einhver að kveikja í. Já, þú veist, Já. það er málið. Þetta er raun og veru skemmdaverk. Mhm. Þú veist, er þetta samt ekki besta skemmdaverkið? Jú, pærir í. Jú, þetta er Af öllum náttúrulega. skemmtilegum. Jú, þú veist, þetta er sönnun þess að krakkar er ennþá að leika sér, skilju. Þeir eru ekki bara inni á Einmitt. TikToks. Það er bara ógeðslega góð punktur. Þau eru ekki heima á sér í þessum snjallsímum. Nei. Þú veist, það er ég er svo ánægður að sjá. Það er einhver vinahópur hana. Reykti þú strá? Já, ég prófaði það, Já, skilur. það var nett. Heimskur. Já, þú veist, hvað gerði það? Ekki neitt. Ekki neitt. Það var bara töff. Það var bara vond. Já. Það var bara svona sveið. Nei, þú veist, það er svona hver að minna. Það er svo gaman að sjá að það er vinahópur eða vinkonhópur. Já. Þannig úti, sem eru bara, herruðu, stelpur, Mhm. ég er með kveikjara, Einmitt. sjáðu hvað þetta er þurrt gras, kveikjum í og síðan Já, sjáum svo bara hvað gerist. Svona fuck. Þetta var líka alveg svona, þetta var svona, já, þetta svipaði mjög til bara, þú veist, hana Reykjanes eldgossana. Já, Það var svona löng lína. Þeir eru búin að læra svo mikið ljósmyndar. Já. Svo góðir að taka myndir um eld. Þú varst í bænum þetta var? Hvað minnur þau? Já, í Reykjavík. Varstu ekki var við þetta? Nei, þú veist, ég var við lyktina. Já, já. Ég Ég heyrði mitt í vinnunni í morgun og margir að segja að lyktin hafi verið svo fárlega mikilvæg, sko. Já, svo góð, Já, sko. menn vilja meina þessi góð lykt. Menn voru að hrósa lyktinni. Mikið góð lykt hérna. Þess þá heldur að fara að kveiki í. Einmitt. Sko, mælum ekki með því. nei, við mælum alls ekki með því. En ég held að ég sé komið lausn á þessu vandamáli. Ok. Þú veist, þurfum við ekki núna bara öll sem eitt að leggjast á flatt. Mhm. Þurfum við ekki núna að leggjast niður á flatt Einmitt. og leggja höfuð í bleiti. Já. Ég held að skilja allir hvert þú. Já. Þú ert svolítið sniður. Ég er pínu sniður. Já. Maður er pínu svona séður. Ég meina, þurfum við ekki núna bara sem samfélag. Mhm. Ég veit ekki hvort þetta sé vandamál annars staðar í heiminum. Sina? Já, sinubruni. Jú, Eða það? þú veist, Ástralía, Já. LA, ég hef aldrei eftir það. Er svona LA sinubruni? Eða það ekki bara gróðurhúsa, nei, gróðurelda. Nei, það var hann að gæi í fyrra, Já, þú veist, handtekinn fyrir að kveikja bara í. Já, hann er bara dick. Já, En já. þú veist, sinubruni er allt annað. Þú Já, veist, nei, sinubruni er náttúrulega bara, þú veist, það er bara þurrt gras, Já. þú veist, og það er mjög auðvelt að kveiki í þessu. Já. Sinubruni er ekkit endilega út af einhverjum ákveðnum aðstæðum, heldur er þetta bara þurrt gras og að þú kveikir í þá bara föðrar þetta upp. Já, ok. Hefur ekkert með gróðrús. Ég vissi það ekki. Greta Thunberg. Ég held að þetta væri nú bara eitthvað sér íslenskt. Nei. Nei, en þurfum við samt ekki núna öll sem eitt að leggjast á flatt og leggja höfuður í bleiti. Ég meina, það er svona oft að segja, svona bara pælínu. Ok. Að þú veist, ég með lausn á þessu vandamáli. Já, ok, við skiljum það, komdu með hana. Hún er að koma. Já. Það er að hanna ilmkerti með sinulyktinni. Þá myndu krakkanir Með kannski hætta að kveikja í og freka að kaupa sér þetta kerti. kerti. Af því að þú veist, mér veist líklegt Já. að eina ástæðan fyrir því að þau eru að kveikja sinueld Elda. er lyktin. Þú veist. Ok. En síðan líka alveg bara pæling, þú veist, ef þeim finnst svona gaman að kveikja sinuelda, af hverju gerum við ekki bara afmarkað svæði? Bara svona, hér má kveiki í. En ég meina, akkur ferði ekki bara og tínir sinu og setur í fötu? Já, kveikir í henni. Já. Já. Og þú veist, Málið er, mér finnst það snið hugmynd hjá þér, sko. þau gerðu þetta svolítið í sko graffiti back in the day þegar ég var að graffa. Já. Þegar ég var töffari. Ég elska grafsöguna. Já, þú veist, þá Hvað hérst aftur? mink. Já, mink.
Já, þegar ég var að grafa, Já, þá, þú veist, þá var stemmingin orðin þannig að bara svona, ok, við getum ekki sagt þessum fíblum að hætta að króta vegginn okkar. nei, Þannig að við ætlum að hafa svona afmörku svæði fyrir þá til þess að spreyta sig. Og Einmitt. mér varst þetta svo fallegt. já, Og ég fór að hugsa, af hverju gerum við þetta ekki slíkt þess sama fyrir sinubrunna vargana? Þú Já. veist, bara eitthvað hotn í skemmtigarðinum. Þú veist, sem á bara kveiki. Fattar það? já, Það væri samt alveg gaman. já, Þætti þér ekki gaman, samt ángríns, að bara, þú mátt kveiki í þessu sjónvarpíðana. jú, Fattar mig? algjörlega. Hér ertu með bensín. Já. Og hér ertu með kveikjara. Já, ég veit að þetta er mjög skemmtileg sniðupæling, Já. en ég held að, þú veist, að þetta færi mjög fljótt úr böndunum. Já. Þú veist. Þetta þyrfti alveg að vera vel vakta. Já, það þyrfti alveg að vera sekúrita sem það, sko. Já, 100%. Þú veist, Já, bara 100%. Já. Hefur ekkert kveikt í jólatré? nei, Það er veisla. hefur gert það? Já, vá maður. Þeirra sko, þú veist, náttúrulega, í gamla daga, Já, já, þá voru allir að kasta jólatrénum sín, það voru alltaf sótt jólatrén. já. Það er ekki skemmt þá gert, ég veit það ekki. Já, ég held að sé oft svona fjárarblunir fótboltaliðum, eða Já. íþróttaliðum. Já, þetta var á völlum var þetta alltaf sett á hringtorgin og þá voru bara svona jólatré og þau þotna svo mikið upp. Mhm. Og við tókum alltaf þessi jólatré og fórum með þau út í móa. Já. Og kveiktum í þeim. Já, Virkilega kontrólt, já, af því að það er alltaf bara kalt, allt Út í frosið. móa. Já, ég skil. Þú veist, út í móa já, já. og síðan settum við sko, ég ætla ekki að fara út í það, hvernig við fórum að því. Nei, Ég nei. ætla ekki að fara að kenna fólki hérna, Nei, þegar nei. kveiki, en fokk hvað það er gaman. Já, Það fuðrar upp. ég hef sé vídeo á netinu Já. sem er svona forvarna vídeo yfir, þú veist, akkur átt að bleita jólatriðið þitt, Já, einmitt, nákvæmlega. af því að sko blautt jólatrið, það kveiknar mjög hægt í því Já. og bara svona, bara virkilega hægt. Já. En í þurru jólatrið, Já. það gjörsalega, Það bara hverfur. Það er bara fuðrar á upp. sko 5 sekúndur. já, það er klikkað. Þannig að munið það, þið sem eru heima núna að pæla, ætti ég að fara að bleita jólatriðið mitt Mhm. í febrúar. Já, Gerið það núna. Já. Eða þú veist, bleitum gróðurinn. heldur þessi mörg heimilin ennþá með jólatrið uppi? Nei, Ég held það nefnilega. heldur það? Já, svona þumpar. Bara svona nenni ekki að fara með þetta. Já, Bara, þú ætlar að fara út með það? Já, nei. Eitthvað svona pínur yfir ég get alveg trúið því. Eitthvað svona, já, treyji. Já, þumpar. Sagðist þú ekki ætla að gera þetta? Ég er að sjá ég var að svæfa. Já, líka bara svona, hefur aldrei tekið slægin Hvað er þumpar? Þumpar. Já, hvað er það? að vera þumbi, það er bara svona, þú veist, Þumbi. bara svona, bara svona, þú veist, já, þú ert algjör þumbi, sko. Dýmyndudulu. Dýmyndudulu. Mér finnst alltaf gaman að kenna þér í íslensku. Já, íslenska. Þumpar, ég hef aldrei heyrt þetta. Þumbi. Þumbin. Já. Ég held nefnilega að ég hef óvart mismöld að hann þumbi, sko. Já. En það er ekki þumbi, Nei, ég skil. það er þumbi. En þetta er svona þessi sófakartefla sem maður nennir Já. ekki alveg. Ég skil það samt alveg, sko. Djöfull skil ég Þú fólk. ert svolítið þumbi. Ég er stundum. pínuð þumbi, já. Ég líka, sko. Já, já. Ég er algjör þumbi, sko. Þú samt kemur mér á óvart. Já, ég geri það sífellt, ógna ég sífellt með hraða mínum og krafti, sko. Sérstaklega í beddanum, sko. Já. Ok. Þar er ég alveg Já. svakalegur, sko. Geggjað. Vá, það er frábært. Já, þú veist. En, sko, jólatré, ok, Já. það er eitt. En hefur aldrei tekið slægin svona við fólk. Það sem einhver er búin að segjast alltaf að gera eitthvað fyrir þig. Ekki fyrir þig, heldur kannski bara heimilisverk. Já. Og þú neitar bara að gera það. Af því að þú ert búin að segjast alltaf að gera það, Nei. ég ætla ekki að gera það. Já. Já. Ég hef alveg tekið þann Mm, slægi, sko. mm. Já. Ég líka, sko. Já. Þú veist, Hvernig þá? bara ef að það er ruslapóki einhvers staðar, Já. eða bara eitthvað. Segjum bara að það er á borðinu liggur póki. Voisar það bara fyrstur. Ég fer ekki út með þennan. Nei. Láta vita, ég ætla ekki út með þetta. þannig Nei, þú getur ekki- ok, ég ætla bara að setja upp scenaríu. Ég er kannski að fara með krakkan inn og sofa, Já. strákin, Já. og hún er eitthvað, já, ég ætla að taka henni póka og fara með henni út og eitthvað svona, Já. ok, Þú veit. sér kemur þið fram og síðan líður tíminn. Mhm. Það er ekki ennþá búið að taka henni póka. Já. Ég ætla ekki að taka hann. Þú Vá. sagðist alltaf að gera það. Segð þýðir, Fyrir til töðunar. Já. Af hverju segir þú þá ekki? af því- Þetta getur leitt til þess að þið skiljið þið. Þór. Nei, Jú, þetta gæti gert það og ég er bara að segja við þið núna, tjáðu þig, tjá mig. opnaðu þig. Já, Sjáðu en tilfinningar. já, ok, ég er svolítið ekki nóg. Hún les ekki hugsanir þinnar, þannig að þú getur ekki verið pyrraður út í hana. Nei, það er bara fýtt punktur, sko. Nákvæmlega, Þú veist, tjáðu þig.
Já, þú veist, oft situm við svona, þú veist, svona, ekki vera að taka hana póka. Já, Já, þú veist, ekki við hana, heldur svona, pókin en það. Já. Þú veist, svona út í loftið. Ég meina, ég get ekki hreyft mér núna, ég ætla að fara út og Ég svona póki fyrir mér. einmitt, já, svona comments. Já, Þú einmitt. veist, ég tjáum mig þannig. Þetta er toxic. Þetta er það. Nei, Eyþór, þetta er það. Já, já. Þetta er eitrað. Ég er eitraður. Nei, þetta er það, sko. Ok, kill me. Do better. Nei, ég er nú bara fíblast Já. með þetta allt saman. Þú veist, ég er ekki eitraður. Nei. Nei, sko, ég held samt, það er samt eitt í þessu þar, ég held að þessu margir hann. Ég held Já. þessu ógeðslega margir á þessum stað, bara svona biturleikinn, einhvern veginn svona, Já, en þetta ásamt svo sterkt við mig líka. já, Þú veist, af því að ég er mesti þumbur á heimilinu, sko. já, Og ef það, þú veist, ef mér er sagt að taka eitthvað upp, eða eitthvað svona, herrið hérna, þú veist, ég var maður. Nú maður bara byrjar að tala eins og ég sé 16 ára, sko. Bara býð hjá mömmu og mamma er að skamma mig. En þetta er þannig, sko. Oft fer ég, til dæmis, bara úr buxunum. já, Og ég er svona slettið með löppinni. já, bara eitthvað. Já. Oh my god, hvað það er pirrandi. Og ég gera það oft, sko, fyrir framan konuna mína, án þess að hugsa. Og Ok, ég fæ allt svona, bara, hvað er að gera, skilur við? já, Takk eðlilega. þetta upp. Já. Og ég byrju, ég ætla að fara hérna og gera eftir. Viltu taka eitt lolleik? Nei. Ég var að sittast niður. Nei, en þú veist, þá kemur oft upp svona scenaríu, það sem að, þú veist, það er sagt mér, takk þetta upp og ég segi, já, ég gera þetta smá, ég ætla hérna, fara á klóstið eða eitthvað. Mm. Sem kem ég tilbaka, búin að gleyma. Já, Tekið þetta ekkert upp. nei, nákvæmlega. Þá er ég svona oft skammaður. Hvernig ertu skammaður? Bara eitthvað svona, þú veist, ég er bara eins og ég er. Já, nei, hvernig skammar þig? Ég Þú ekki sem bara- ekki að vita. Skamma mig, þú veist. Það ætlar ekkert að, já, bara, Já, einmitt bara eitthvað svona, skammastu þín? nei, Nei, þetta er einmitt eitthvað svona, þú veist, Eyþór, hvað er þetta að gera? bara, já, þú veist, ertu 30 ára? Já. Já. Já, Og þú veist, já, ég er ennþá bara álingur, já. finnst mér. Ég er búin að, ég er hjá ömmu núna aðeins, sko. Og það er ógeðslega fyndið, sko, tengt þessu. Ég breytist í úling hjá með ömmu. Já. Af því að amma mín er meðvirkastan kona sem ég þekki. Og, Þú ert að notfara það. nei, alls ekki. Er það notfara römmið? Nei, alls Ertu að ekki. segja mig það? Nei. Þú ert örugglega svo gæði sem situr í stóðsófanum og segir Mom! Meatloaf! Nei, alls ekki. Því ég er líka sjúklega meðvirkur. Og þetta verður svona meðvirknis, svona hringjækja. Nei, sorry, fyrirgefðu, nei, sorry, Já, fyrirgefðu. Já, ég er fyrir þér. Allir eru fyrir öll. Já, ég bara svo, ó nei, fyrirgefðu, heyrðu ekki í mér. Nei, sorry, ég ætlaði náttúrulega að brjóta þetta saman. Nei, ég get tekið af, þú veist, rúminu. Nei, ég var ekki að biðja um það. Já, nei, ég var ekki, þú veist, bara fyrirgefðu. Ég sagði þetta svona harkalega, en þú veist, Það er alltaf enginn sem segir jafn oft fyrirgefðu og þú. Já, Þú sorry. bara opnar vatn og Já. er bara, fyrirgefðu. Fyrirgefðu. Ó, sorry, fyrirgefðu, móka ég. Já. Tryggar það hljóðið. Nei, já, sko, við amma eigum alveg einstaklega fallegt samband, svona meðvirknissamband og Ég elska hann. hún er frábær, sko, núna er ég samt búin að vera svolítið lengi hjá henni, sko, þú veist, að því bara, þú veist, þannig er lífið mitt nú. Jú. Og málið er, sko, hún heyrir ekki neitt lengur. Nei. Eða þú veist, hún notar heyrnartæki, hún heyrir alveg, Já. hún er ekki heyrnarlaus, Nei. en hún er bara svona eins og bara flest. Gamalt fólk. Já, það bara missir aðeins heyrnina og ég líka, sko, ég er eiginlega svona endakallin fyrir henni, af því að ég tala svo óskýrt. Heldur betur. Og kannt ekki íslensku. Þú átti þarna að segja nei. Nei, bara ég aldrei, sko. Nei, þú veist, ég kann ekki íslensku og ég tala óskýrt. Já. Og kannt ekki skrifa. Kann ekki skrifa. Kann eiginlega ekki að skrifa. Já, nei, ég kann eiginlega ekki að skrifa. Nei, Ég kann eiginlega ekki að skrifa. Já. Já, ég bara ömulur í þessum samskiptalega faktor. Bara íslensku. Já, og hún er heyrnarlaus næstu því og við erum að eiga samskipti. Og þegar meðvirknin er komin inn í þennan graut þá fer allt í fokk. Nei, þú veist, raunverulega. Það er bara, ég var með börnum mín helgina heima hjá ömmu og það er alveg, þú veist, svona við erum með, nei, sorry, fyrir ekki nei, sorry, afsakið, og huginn er kannski að kalla eitthvað og þú veist, vill fá eitthvað jarðarber og amma fyrir og sækir handklæði
hún sækir handklæði, bara fer upp og ég nei, amma, hann var að biðja jarðaber og ég bara, ég get græja, hún bara, nei, vilt hann jarðaber og hún fer alveg í kerfi, bara, sorry, fyrirgefðu huginn minn, ég ætlaði að gefa, ég heyri ekki neitt lengur, ég held að vera að biðja handklæði og ég bara, nei, amma, þetta hann var að biðja jarðaber, ég get alveg græja, hún bara, nei, ég græja jarðaberinn og síðan sitja og ég bara hvað Símon fór með kaffi og hún að skera jarðaber svo allt í einu, upp úr þurru hættur hún að skera jarðaber og fer inn í bílskúr og sækir kók og rétti mér það og ég bara, hvaðan kom þetta kók og hún bara fyrirgefðu, við varum sódavatn sem þú vildir við varum sódavatn sem þú vildir, ég bara, nei, jú, ég vildi sódavatn og ég var aldrei búin að biðja sódavatn ég var ekki búin að segja neitt, en þá hafði Steinun sagt bara eitthvað sungið með Línu Lánsokkulagi bara eitthvað skottis bara eitthvað ég skottis þá hélt hún að ég var að biðja kók og fer og sækir kók og rétti mér kók og af því að ég svo confused þá fríkar hún út og tekur upp kókið og fer strax aftur inn í bílskúr og það eru sódavatn ég bara, nei og síðan, jú, ég vildi sódavatn og ég enda náttúrulega með því að klára þetta sódavatn sem ég vildi ekki og hver fæ sér kaffi og sódavatn saman og talandi kaffi og kók sama kombói, þetta bara og þú veist, þarna ég er bara í ykkur ég er of veikur til þess að segja nei við ömmu mína tengt þessum hlutum þannig að ég enda alltaf með því að gera þessa hluti skilur, þú veist, eins og drekka sódavatni með kaffinu og finnast það bara mjög gott og svo hún móðgist ekki skilur þetta er svo fyndið að vera hana inn á heimili það sem eru tveir alveg svona mjög sterkt meðvirkir saman og þeir eru einhvern veginn alltaf fyrir hvort öðru eða og heyrum ekki hvort öðru nei, og það er allt svona allt sem þið gerir það er bara fyrirgeðu nei, ángríns Herru, lækkaði svo fyrirgeðu amma mín, ég ætlaði að hún langar ekki að horfa á þetta þú ert alltaf bara farin síðan er þetta líka eitraða orkan í kringum meðvirknina það er svona spurning ég til dæmis fer stundum á kaffihús á kvöldin af því mér leiðir svo mikið svona kaffihúsakall það er svo gaman að vinna og líka bara ég höndla ekki orkuna inn á heimilinu það heyrir ekki neitt í mér og við erum öll bara eitthvað, séðu og skilji það getur engin staðið með sjálfum sér ekkert inn á heimilinu og nei, ég er að fara og síðan fæ ég svona komment þú hefur svolítið gaman að því að fara svolítið svona oft út og ég er, fuck ég er núna að horfa á Ólympíuleikana oh my god ég þarf ekki að fara strax og þá sest ég niður og tek eina keppni með henni og það er samt alveg ljúft það er bara næs þetta er svo toxic þú veist, þegar maður getur ekki tjáð sig þá er þetta fucking eitrað og þú eitthvað svona, hún kemur fórst bara kaffihús fyrirgeða maður ég ætla að láta þið vita ég vona þér í kvöld, Matt eða kannski, ég veit það ekki nei, en hefurðu af því að mér, þegar ég var alltaf ömmu mín afa og þú veist, móður amma mín og afi þau eru bara frá Eyrarbakka og búa Eyrarbakka hinn, það er Vestmannaeyjar og veist, þannig að það er alveg svolítið langt ferðalag og afi var á Seyðisfirði veist, þannig að þetta var bara svona fór aldrei þangað nema bara því að það var bara smá holli en ég man alltaf á, þú veist, þegar þau buðu mér í mat og svona og þar byrjaði eitt trend sem ég ætla að leiða ykkur að smakka henni planking, nei, ekki trend planka afinn byrjaði að planka og þá bara sprakk það út nei, alls ekki þar byrjaði eitt, ekki trend heldur eitt sem ég ætla að leiða ykkur að smakka eftir svolítið price supplies surprise. Ég skil, ok einmitt þannig að þú veist, ég er svona spenntur og ég man líka amma mín og afi minn átti hérna svona út í bílskur þá var hann með hænsna kofa og alls konar svona dót. Hvenær fyrir maður að byrja að gera svona weird shit? Þetta er weird Nei, bara svona alls konar svona það er alveg góðu punktur af því að ég veit ekki
þú veist, hvað flokkast líka sem weird? Bara fara að gera eitthvað sem þú veist, er ekki líkt eða ég bara skil ekki alveg. Það er svona, mér finnst, veist, sko, ef þú myndir núna allt í einu byrja bara, ég ætla að byrja að rokka hænur í bílskúðum mínum. Já. Bara, þú veist, bara, núna ger ég það. Já. Þá var ég bara, já, ok, Eyþór er doing weird. Já. Hann er á skrifni bylgjulengd. Já. Hann er að fara að deyja. Já, þú veist, þetta er eitthvað svona orka sem að hérna, gamalt fólk fær. Já. Þetta er kannski leiðast. Gæti verið, leiðast, já. Þú veist, ég fór mjög mikið í bíltúra og eitthvað með minna á að, þú veist, okkur svona. Það var reyndar afi fór alltaf með minni á Bryggju og Eyrarbakka í bíltúr og var með kíki. Já. Og var alltaf hérna að leita rússunum. Já. Hvað minnur þú? Bara rússneska hernum. Hvort að þeir væri ekki að koma. Já, skitsofreni. Nei, hann var bara alltaf að segja mig, eru rússarnir eitthvað á leiðinni, skilur? Já, hann bara ekki að grínast. Já, ég held að. Já, hann var ekki bara, þeir eru að koma, ef þú komið inn úr bílum, haltu byssunni, drengur. Nei. Gamalt fólk er snild, sko. Já, ég er bara dýrka gamalt fólk. Hefur tekið eftir því það er alltaf læti í öllu hjá gamla fólk. Já, sérstaklega eitt. Perum. Já, veistu samt eitt sem að gamalt fólk gerir að sérstöðu og það er hnerrar. Ég bara, þau kunna hnerra. Já, þau öskra. Þau alvöru hnerr. Já, þú veist, ég reyndar mjög mótfallin fólki sem að, ekki fólki, ok. Mótfallin? Ég reyndar mjög mótfallin því að hnerra svona silent. Mér finnst það mjög skrítið. Já. Ég held að það sé ekkert verra. Nei. Að bara, hérna, já, og þessar tölunar eftir síðasta fund, þá hérna já, eins og sjáið, þá er alveg mikill gróði á Q1 hjá okkur, en þú missir allt svona credibility. Já, skilur, þú hættir að virða manneskuna bara strax. Sko, eins og tengdapabbi minn, þegar hann hnerrar, hann öskrar bara. Já. Þetta er bara, hann sko, þú veist, þetta er bara svo rocktónleikar á decibelmæli, bara. Já, miklu herra. Ándjóks, það er bara þannig. maður rekkur alltaf í kút. Maður bregður svo mikið. Mér líður líka eins og þú svona, þegar þú ert að hnerra inni, mér líður eins og það sé sko hættulegt. Já, ég sem alveg. Það er bara svona bóstunari. Já. Það manneskjan kemur alltaf bara svona og það er bara svona, wow, hérna, hvað, holy shit. Mér finnst þetta, ég veit ekki af hverju, ég tengi þetta rosalega mikið við konur. Nei. Alls ekki. Nei. Ég bara horfði að gauðum daginn gera þetta, sko. Ok. Ég tengi þetta ekki við kallmenn í mínu lífi. Sko, það er alveg gauður núti sem að þor ekki að taka skarið og taka flugu! En hvað ætli sé, þú veist, hvað af hverju? Why? Okay. Sko, að hnerra er ógeðslegt. Hnerra geðveikt. Já, þú veist, það er ég elskar hnerrlykt. Já, ertu að djóka? Já, ég veist. Já, ertu að grínast. Það er fíblast. Nei, sko, að hnerra, bara svona dæmið, það er ógeðslegt, af því að það kemur alls konar svona shit út. Já, þess að þetta bara halda fyrir munnin. Já, en hefur gert það, til þess nýbúin að borða eitthvað? Já. Þú færið bara svona alla fliksunar í hendinar. Já. Ég hnerraði daginn þar sem ég bara svona hnerraði. Bara, og ég gat ekkert haldið inni en eitt svo leiðis. Nei. Ég verða líka vegan, ég ger þetta oft svona. Af því að þú veist, af því ég var alveg nýbúin að borða þegar ég hnerra. Ég finnst það bara ekki læg. Nei, það er ekki læg. Sko, ég hef oft hnerrað það kröftulega. Já. Ég hnerra aldrei hátt, eða jú, en ekkert eitthvað svona öskur. En ándjóks, ég næ í allt. Ég bara tek bara bombu. Það er samt pínu lame, to be honest. Það er ógeðslegt. To be honest, Eyþór. Veistu hvað það meina? Nei. Þú ert svona að reyna að vera svona töffari. Já. Það er svo mikið töff. Það ekki? Nei, hvað meinar þú? Þú ert eitthvað svona, sjáðu mig, ég hnerra svona hátt og því ég er fucking geggjaður. Þú ert svo veikur. Nei, veistu hvað það meina? Nei.
Þú veist, Plugo! Svo þetta strókar. Þú veist, fattar mig ekki. Nei. Plugo! Þú veist, það er svona statement, sko. Já, sko, Ertu bara kjaftaðir? Þú veist ekki bara í krónunni, eitthvað bara í röð, og svo bara Hucklepuck! Jú. Nei. Jú. Nei. Nærri olbúan. Já. Tek svona. Debba. Já, debbar. Debba alltaf í leiðinni. Já. Nei, ok, já, þetta er alveg áhægt. Full mikil umræðum. Nerva. Full mikil umræðum að nerva. Full mikil umræða. En hérna, við ætlum að þakka styrktaralum þátturinn. Já, held. Innilega fyrir það að styrkja hana þátt. Hvað viltu byrja? Happy Hydrates. Já. Ég er með PG Crunch, heitir það ekki? PG Crunch. Jú, ég ætla að fá mér eftir. Þetta er lang besta bræðið þeirra. Veistu svona hvað ég er búin að gera og ég í alvörinu fyrir muna mér. Já. Að ég fæ mér kreatín hjá þeim hverjum degi. Nýja hana PG Crunch. Já. Það er nefnilega mýta að það sé bara fyrir vöðana, sko. Já, fyrir heilaninn, sko. Þetta er fyrir allt, sko. Þetta er mest rannsakað fæðubótarefni í heimi. Já. Bara ég fæ mér bara Happy Hydrate. Ekkert eitthvað svona, engan dunk. Nei. Veistu hvað ég meina? Já. Ég er ekki þessi dunk. Nei, ég var líka að sjá, sko, ég fór hérna bensinstöðum daginn og það er komið, þeir eru komið með svona Happy Hydrate svona, þú getur keypt þetta í stikkartæli. Já. Fattar mig? Já. Það er ógeðslega sniðugt. Það er mjög sniðugt. Það er líka, það er fyrst að það sparaði penning. Já. Skilur, eða langar í eitthvað svona næs drykk sem kostar ekki, þú veist, á bensinstöð til þess hálfan handlegg. Já. En líka því þetta er bara gott. Já, þú veist, það er það sem ég segi. Já. Og þú getur líka fengið koffín dæmið og leita orkudrykk sem kostar ekki hálfan handlegg, skilur, þægilegt. Pæling fyrir Lil Curly. Já. Kannski á hana með honum bara. Já. Gera kolsýra dós. Happy Hydrate. Já. Bara í dós. Kolsýrt. Já, einmitt. Það er ekki einmitt. Það er alveg eitthvað, sko. Já. Ég ætla að copyrighta þetta. Já, heyrði í honum. Já. Fáðu prósentu. Já. Fáðu svona andliti þitt á hann. Svo allir að gera. Já. Svona, eins og Birnir og... Finnsson, drykkurinn. Finnsson, drykkurinn. Eitthvað verra. Nei. Remólaði bragð. En við erum einnig í búið Securitas. Pepsi. Sko, ég er náttúrulega harrasti Securitas maður landsins. Já. Ég get ekki nóg oft mælt með þessu. Nei, til dæmis, núna síðast í gær. Já. Þetta er ekki lygasaga. Ok. Þá lendir pabbi og mamma í einhverju vassdæmi. Þau eru með vaskinjara. Já. Og kerfið lætur þau vita. Stjórnstöður hringir bara hérna vaskinjari inn á Litlabæði, hann er farin í gang. Þau fóru að tjekka. Það er allt í flotti. Oh my god. Þannig að, og ég lendi líki í þessu. Við fórum öll stóra fjölskyldan til hérna Alicante í sumar og þá var bara byrjað að leika á fullu. Hitagrind einhver byrjað að leika og vaskinirinn leit mig vita því. Kom bara einhver yfir og græða það. Kemur þá gaur, kemur manneski frá Securitas og basically bara lagar það sem gerist. Rakin er ennþá, eða skilur, hvað gerir þau? Segjum sem svo að það sé bara ok, byrjum bara á reikboði. Okay. Ef að reikskrinni fyrir í gang þá náttúrulega kemur öryggisvörður á staðinn sem er bara svona útkall og það er skemmtilega við pakkana ef það er innifallið borgar ekki fyrir útkallin í heimavarnum. Nei. Nice. Já, þannig að ef það kemur eitthvað false alarm þá er þetta ekkert eitthvað sko, nei, ekki brunabóðum og vassbóðum. Innbrotabóð það er rukkað ef það er false alarm en ef það er raunbóð þá er það ekki rukkað. Þetta er svona svolítið sniðugt. Heimavart.is Tjekkja á þessu munið að nota kóðan GLADUR og fáið 50% afslátt á uppsetningunni. Við erum einnig búið Colgate. Já, Colgate. Sko, besta gateið. Það er náttúrulega Watergate. Þannig að vandamálið. Þannig að fórsetadramaðið og svo náttúrulega Colgate. Sko, Colgate nummer 1. Mæli svo mikið með. Ég ætla að við ekki neitt. Já. Ég gerði þau mistök. Nei, ég gerði ekki þau mistök. Það var bara ekkert annað í boði. Ég var að gista á öðrum staðin heima á helgina. Já, Nei. Ok. Og það var annað tangrum en Colgate. Ok. Og það var ógeðslegt. Já, þetta er nefnilega viðbjóður. Nei, í alvörunni. Það er bara skrítið að busta sig með einhverju öðru en Colgate.
Ég ætla ekki að segja hvað það hét. Nei, En það, þú veist, það var bara ekki gott. Mér líka bara alveg sama. Já, það var ekki gott. Alveg sama. Ég mæli náttúrulega alltaf bara með Max Vætinu. Já. Þú veist. The red one. Rauða túpan. Helviti góð. Tenninar, sér þetta? Þetta rosalega gott, sérstaklega fyrir okkur, þú veist, við erum að tala mjög mikið, við erum að tala við gesti hérna og hérna... Vellyktandi. Já, munnskóliði frá þeim bara fucking hellað. Sérstaklega, þú veist, þegar hún tala við svona gesti sem er að koma eftir, sko. Einmitt, já, við verðum að vera fínir fyrir hann, sko. Það er nefnilega vondlykt af mér, sko. Ég segi að þú farir í peysuna. Það er alltaf vondlykt, nei, ég ætla ekki í peysuna. Jú. Nei. Jú. Ég fer ekki í peysuna. Jú. Ég ætla ekki í peysuna. Það er bara vondlykt af mér, hérna, ég verða loft þetta, sko, ég get ekki læst hann inn. Það er ræðilegt síðast. Tja. Matur. Food. Ok, Eyþór, hver er uppáhalds maturinn? Pasta. Nice. Já, bara, allt sem heitir pasta er gott. Ég held að við séum ángríns vestu gaurarnir í heiminum. Ræða mat. Já. Mér líður þannig smá, því ég held að við séum virkilega basic. Ég held líka að komið sér vel þá að fá sérfræðingina eftir, sko. Já, Þú, sko, ég man eftir því, hérna, back in the days, þegar ég var að kíkja á þig. Já. Þá varst þú oft með eitthvað sveppapastarétt. Já. Sem var í ruglinu góður. Já, hann er góður, sko. Já. Það er bara eitthvað svona touch dæmi, sko. Eitthvað töfrar. Nei, svona ángríns, þetta er bara eitthvað svona, þetta bara virkar stundum. Já. Stundum virkar þetta ekki. Já. Það er ógeðslega steikt, sko. Þú veist, ef ég til dæmis, hérna, já, þú veist, ég gleymi mjög oft hvað ég er með í honum. Já. Er uppáhaldsmatur þinn líka pasta? Nei, uppáhaldsmatur minn er lasagna. Lasagna. Lasagnas. Herðu reyndar. Eða sushi og lasagna. Sushi. Já, mér finnst sushi mjög gott sem er svona ekki trátt. Nei, allt trátt. Nei, ekki trátt. Fílar ekki hráa samt? Nei. Af hverju ekki? Að ég bara ekki fisk. Já, en þú veist, já, ok. Sumi. Sujú. Það kæra þig. Nei, þú veist, fiskur er bara, mér finnst aðtugaðu, mér finnst hann bara hrikalugur. Ég hef reynt allt. Ég hef farið á veitingastæði og borðað fisk, En, þú veist, hefur þú smakað allan fisk? Þú veist, hefur þú prófað allan fiskin? Ég hef smakað þetta helsta. Ég hef smakað, þú veist, þessa bleiku lax og þetta dót. En þú veist, graflax? Nei, ég myndi aldrei. Af hverju ekki? Af því. Þetta er allt annar heimur, heldur en þú veist. Ísa, til mis. Þetta er bara, já, þetta vittur í heimun og haf. Ég gerir mig grein fyrir því. Ok. En fiskur fer ekki ón í minn maga. Nei, ok. Punktur. Ok. Ég meira þess að gekk það langt þegar ég var í skóla að ég feikaði ofnæmi fyrir fisk. Ég þurfti bara aldrei að snerta hann. Ég finnst fiskur sick. Já. Og ég held að ég veit ástæðinu fyrir því. Hver er ástæðan? Þegar ég var alstu upp, þá var fiskur eða kjöt. 6 dagavikunar í matinn. Ok. Það er výrt. Nei, þú veist, bara, old school. Já, mjög old school. Já, pappin er alltaf sjómaður. Já, megar sense. Það var mjög mikið fiskur og kjöt. Já. En borðaðu þá fiskin? Já, þá. Já. Ok, ég skil þig. Okay. Þannig að við tengjum þarna á einn móta. Lambalæri til dæmis, fyrir mér. Já. Það er búið að eyðileggja það. Sko. Það var bara alltaf á sunnudögum. Já. Og Mér finnst það bara ekki gott. Nei. Það er ekki gott. Það er ofmetið. Já, það er virkilega ofmetið, ég sammála þér. Já. Ég sammála þér ofmetið. En þú veist, með fiskur sem, með lambalæri, það er bara lambalæri. Já. Þú veist, þú einhvern veginn, það veit allir hvað að tala um. Já. En þú segir, ég borð ekki fisk. Já. Þú veist. Þetta er að segja, ég borð ekki kjöt. Já, bara yfir höfuð. Já. Af því að þið finnst það bara allt kjötvont. Og það meikar ekki sens. Nei. Ég held að þetta sé líka svona, bara pínu svona, ég held að hafa eitthvað klikkað líffræðilega hjá þér. Nú. Já, bara þú veist, að því að tæknilega séð þá svona líffræðilega eigum við að borða fisk, bara svona, eitthvað svona, við erum með tennur, skilur við út á ástæðu, eða fattur við? Sko, ég hef oft hugsað að mér langar svo að geta borða fisk. Fyrirgeðu. Mér langar í alvörunni að borða fisk. Já. Mér langar svo mikið að ég geti bara, hvað þetta er góðu fiskur. En ég hef reynt. Já. Og bara ég get ekki. Þú er alveg farið að fengið fínan fisk. Já. Svona veitingastað fisk og allt, sko. Ég get ekki, veit ekki hvað það er, get ekki kynnt þessu. Nei. Ég bara fyrir að kúast. Já, ég skilji. En það er bara ég. Ertu svona gikkur, eða?
Já, ég myndi alveg segja það. Það fyndnasta típa sem ég veit Eða þú veist, já, jú, ég minna, þú veist, ég borða ekki fisk. Ég borða helst ekki lambalæri og svona dót. Mér veist hambúrgarhryggur vondur. Allt svona svínakjötsdót. Ok, hvað fyrir hold up allt svínakjöt vond Já. skinka Já, sick ok það bara dirty víst, blöyt, hún alltaf blöyt skinka gefði mér breyk en þú veist, ok, já nei, bara nei en egg nei, ok steikt, bara svona spælt egg já. Nei, bacon já og nei sleppur ok það má vera í einhverju, en ég myndi aldrei fá mig bara egg og bacon nei ok, wow. Þannig að við erum með 5 hluti sem þú borðar. Bara svona, við erum bara útiloka alla mat. Skilur, nei, svona ok, hvað er það? Brauð, núðlur, pasta og kjúklingur. Pítsur. Helst ekki kjúkling. Ertu 6 ára? Helst ekki kjúkling. Nei. Kjúklingur þarf að vera, ég þarf að fylgjast með eldun og svona, sko. Já. Og það má ekki vera, sko, eitt að sjúkasta sem ég veit eru svona heimagerð, svona læri, kjúklingalækir. Hvað meina heimagerð? Bara þú veist sem er gert heima. Bara í ofni. Já, bara venjuleg kjúklingalæri. Ertu að meina bara... Svona leggir. Já, bara kryddað og basic. Já, það er... Svona getur bara haldið á, bara KFC. Já. Ferðu á KFC? Já, en ég fæ mér ekki svona. Ferðu ekki kjúkling? Jú, ég fæ bara að fæ mig eitthvað. Já, einmitt. Veist, ekki með engu. Nei. En ég er þannig, þú veist, ef ég er að borða kjúklingin og ég sé eitthvað fjólublátt í honum með eitthvað, sem er mjög oft bara eitthvað svona æði eða sinni eða eitthvað. Nei, þá hætti ég að borða. Já, en þú veist að gleyma fyrstu reglunni. Ekki horfa á matinn sem þú ert að borða. Maður á aldrei að horfa á matinn. Ég ger þess að, sko. Nei, maður á bara að loka augunum, sérstaklega á KFC, sko. Það er alls konar stundum eru skrúfur. Bara loka augunum. Og bara svona vona besta. Stundum er svona lítill heili. Já, ég man eftir. Svona eitt svona heili í matnum. Bara svona æðaþrútinn heili. Ég er traumatized. Já, það var ekki nóg næs. Ég er bara, þú veist, þegar kemur það svona mat. Já. En bara loka augunum, af því að þetta er bara gott fyrir þig. Þetta er bara prótín. Þetta er bara virkilega gott fyrir þig. En þau uppáhaldsmatur þinn? Já, ég er búin að spyrja. Já, veist lasagna, skilur ég, og hérna, ég er nefnilega sko, ég er alls ekki. Bara, ég get borðað hvað sem er. Í alvörunni? Fyrir utan reyndar blue cheese, eða svona gráðost. Gráðostur er fínt, sko. Já. Finnst mér. En ef þú ert að nota gráðost eins og í matigerð, eins og til eins og pítsu, þá eyðileggur pítsuna. Já, ég þoli líka bara ekki þetta konsept, skiluru, 5 ostar. Já. Eitthvað svona, með sultu hann að dæmið. Já, þú veist, bara, það er bara eitt bragð af þessu, einhvern veginn. Já, ég er bara svo mikil ostakall. Já. Mér finnst ostar geðvikið. Já, en 5 í einu. Fattar það mig, af hverju, þú veist, veldu 1 ost bara og stick to it. Já, bara, þú veist, leika sér með bragðleguna. Já. En er eitthvað sem, er það eina sem þú getur bara ekki borðað? Já, og bara svona þetta klassíska, skilur þú veist. Súrmatur. Já, þú veist, ég borða allt. Ég bara, þú veist, ég held að sé samt líka, ég held að sé í lútaði að bróður minn er svona eins og þú. Eða var svona eins og þú. Hann alltaf þroskaðist upp úr því, annað en sumir. En hann var svona bara, nei, ég veist, hann var bara með fáralega hluti. Bara, nei, ekki páskaegg. Það? Já, ok. Hvað er það sem hún fílar ekki? Ég sé því borða súkkulaði. Já. Er það formið? Þú veist, þetta triggeraður á forminu. Páskaegg er svo gott. Það er svo gott, þetta er bara súkkulaði. Já, ég veit það. Hættu, þú fílar þetta bara. Ég er þess að þar súkkulaði er ekki bara súkkulaði, sko. Já. Stakkitt súkkulaði getur mjög vont. Það er alveg rétt þér. En þess vegna eru líka með margar típur af súkkulaðeggjum. Já. Og það eru misgóð, skilur. Það er heila málið. Já, en sko, ég gleymi aldrei bara páskunum, skilur, og líka bara alls konar svona böggandi dót. Bolludagurinn sem var að klárast. Bollur eru vondar. Já. Mjög ámerkar. En það ertu, þú veist, 5 ára. Það er í bolla. Nei, ég var ekki að segja það. Þú varst að hugsa það? Nei, ég var ekki að hugsa það. Það er alltaf eitthvað að líta á mig. Hvað er verið að reyna? Þetta er í annarskiptinu í podcastinu með að reyna leggja mig orð í munn. Svonstu það? Já. Huglur, þetta var flott. Það ekki? Nei, sko, bróðum til dæmis bara... Hvað er Icelandic? Icelandic.
Við prófum bara, þú veist, borðar ekki sultu. Hann bara svona, nei, ég fíl ekki sultu. En sulta basically bara jarðarber og sykur, skilur. Þetta er bara sykur. Borðar jarðarber? Ég? Já. Hver borðar þú ekki jarðarber? Nei. Hvað er að þér? Hvernig borðar ekki jarðarber? Það er bara svo spes. Hvað meinar þú verð hættu núna að segja bara spes. Já, til þess að útskýra. Já, ég þarf að útskýra. Já, þú veist, ekki segja bara, það er bara spes. Það segir það enginn. Mér finnst það ekkert sérstakt. Mér finnst það ógeðslega súrt og svona, ég er bara ekki gaman að því. Já, og þið finnst það bara vond. Ekki vond. Nei. En ég myndi aldrei fá mér jarðarber. Þegar þú færir vöfflu, please, sem borður vöfflur. Helst ekki. Oh my god. Jú, ég borða það alveg. Ok. En mér finnst það ekkert frábært. Nei, ok. Bara alls ekkert. Síróp, þið finnst það bara glatað. Aldrei glatað. Já. En ég er ekkert bara, yes, vöfflur, pönnukökur, eða eitthvað svona. Já. Ég er bara ekki þar. Okay. Ég er voðalega lítill sætabastrengur, sko. Wow. Ég er meira bara, ég er andlit kolvetnis á Íslandi. Já. Ég borða rosalega mikið bara brauð. Já, er það ekki bara það sem vafla er, eða? Jú. Þú veist þannig að þetta er rittery down your alley. Þetta er rittery down your alley. En samt á sama tíma, þú veist, þá er sett á það rjóma. Já. Sem er ekki góður. Já, þú getur sett í. Það er sett síróp. Herru, ok, förum ég kannan hérna. Við ætlum að pæla í mat, sko. Þú veist, hérna, fyrst sem ég fór að hugsa. Shit, hvað ég sagði örgulega mikið hlutum sem að tryggara fólk. Bara, gaur. Svo mikið. Það er eins og sett, sko, að læra Viktoríu. Já, það er eins og sett að trolla. Ratespita. Já, þú veist, hver í alvöru, amma mín myndi hata þig. Nei. Jú. Mig? Jú, af því að þú myndir þurfa að hafna öllu sem hún býður. Já, ég veit að... Má bjóða köku? Nei, takk. Amma þín bauð mér eins og köku. Já. Þá fæ ég mér bara. Já. Skilur. Þannig að, já. Ég vil hafa rétt af fólki með mér í líði. Einmitt. Skilur. Þannig að, já, ég skil. Ok. Nei, hérna, mér langar að ræða bara aðeins við þig svona hluti. Þú ert frá Eyrarbakka. Já, eins og við komum fram. Já, hérna, og þú veist að segja að þið borðuðu 6 sinnum fisk í viku. Já, mjög oft. Og var þetta alltaf bara ísa? Eða fisk eða kjöt. Já, ísa þorskur bara, og svo alltaf bara kjöt. Og veistu, er það ekki barnaverndarmál? Nei. Þú veist, nei, það er alls ekki. Nei, en þetta er svona, þetta hljómar eins og svona eitthvað svona sick experiment. Var aldrei bara salat? Nei. Salat? Já, bara salat. Það á mínu heimili bara svona salat? Nei, allan að pappi minn. Já. Sko, pappi minn er náttúrulega mjög mikið bara svona gamli skólinn. Já. Og þú veist, svona, þú veist, pasta. Pasta er ekki matur. Dæmi, skilur. Ok. Þetta er svona þannig dæmi. Já. Og það er bara kjöt og fiskur. Það er eina sem virkar. Já. Það bara ekkert annað sem virkar. Voru stundum svona kjötbollur eða svona kjötfars? Já. Það er alveg, sko. Dirty. Það er dirty. Bjúgur. Já. Fuck, hvað það er. Mjög dæmi. Mikið bjúgur. Já. Hrossabjúgur. Einmitt. Og pappi og mamma, þau hafa mjög oft keypt. Hrossabjúgur? Já. Vá. Mamma og pappi hafa farið svona, keypt bara svona skrokk. Já. Það er bara gert þessu hverja einasta ári, sko. Já. Og það er bara í, þú veist, allan þegar ég var alls upp. Það er bara frist. Já, þegar ég var alls upp, þá var bara fristikistan full af kjöt. Bókstaflega samhliða þessari orku sem þú ert að lýsa það. Þá var mamma mín flugfreyja að gera fyrir mig salat. Pældi því. Já. Pældi hvað ég er heppinn og þú óheppinn. Pældi hvað ég... Eða óheppinn. Þú veist, ég meina... Pældi hvað ég er heppinn með þig. Fá salat. Ég bara, þú veist, bara fjölbreytta mat. Mamma fyllist stundum með eitthvað svona kjúklingabringu með eitthvað sitti og sittur eitthvað utan að... Já, ég meina, ok. Það er alveg... Sko, mömmu hliðar megin, hún er miklu meira líbó. Þannig ef pabbi voru út á sjó, þá var alveg ofta eitthvað svona skemmtilegra, sko. Pasta og svona. Þá þorð hún. Það er bara... Jæja, krakkar. Það er pasta með. Þetta er fyndið. Nei, en ég, sko, ég man satt að því að sko það besta sem að mér finnst ennþá dag í dag, held ég, það er hérna svona homemade hakkbollur sem pabbi gerir. Þær eru to die for, sko. Það er með lauksmjöri og okkur svona. Já, ég veit hvað það er. Það er alveg, það er alveg
þú veist, það er til svo mikið af mat sem tæknilega eða faktís ekkert góður matur. Nei. Þú veist, eins og bjúgur og það sem þú ert að segja rónastig. Já, einmitt, eitthvað svona, einmitt, svona kjötfass, steikt í brauði. Já, eitthvað svona þetta bara eitthvað. Þetta ekkert gott, en að því að við ólumst upp við þetta, þá þetta einhvern veginn geggjað. Mér fannst alltaf rónastig góð, sko. Heitir þetta rónastig? Þetta kallað rónastig? Þetta kallað rónastig. Ok. Þetta bara áhugavert. Já. En það sem böggar mig samt við Ísland, það að við erum ekki með, eins og bara Budapest. Já. Þau eru með svona mat, nema það gúllas. Já. Sem bara geðveikt gott. Nei. Jú, það gott. Gúllassúpa góð. Mér finnst það ekki. Já, mér alveg sem hvað þið finnst, en ég að segja bara, þú veist, það svo leiðilegt að þetta smá svona minnumáttukend í mér sem Íslendingur. Skilur, við eigum engan svona mat sem svona út fyrir landsteinana mat. Nei. Þú veist, við hendum í gúllas, við hendum í pítsur, við hendum í lasagna, ítalska réttin spaghetti bolognese, skilur, en það engin eitthvað ekki nema eitthvað svona hendina kjötsúpu. Já, einmitt. Nei. Sem fulla alls konar. Það til dæmis einn ofmetni maturinn. Kjötsúpa? Já. Gaur, ertu þunnur eða eitthvað? Ertu að reyna að leiðinur? Ég held að við erum sammálið með þetta. Nei, ég bara sorry. Já. Ég bara, kona mín heldur stundum í sé einhverjur. Já. Út af því að mér langar rosalega að geta borðað egg. Ég get ekki kynkt þeim. Í alvörunni? Ég get það ekki. Nei. Mér finnst bara eitthvað við áferðinu og eitthvað. Ég bara get það ekki. Nei. Ég held líka oft að það ekki endilega bragðið af matnum. Það oft útlit og áferð. Bara, ef áferðinu off, þá bara get ég ekki kynkt matnum. Já, akkurat. Og fiskur alltaf svona ógeðslega ljótur. Það bara ekki rétt. Slepilegur. Nei. Jú, hann slepilegur. Já, en ok, allan að, þú veist, það sem ég að pæla skilur í þessum matamenningar, fattar þú veist, minna Asía með bara bestu rétt í heiminum einhvern veginn. Við vorum ekki nógu frjó, þú veist, í það einhvern veginn. Og ég fæ bara svona ógeðslega mikla minnumáttukend tengt í. Já. Skilur hvert ég að fara? Já, eða þú veist, já. Ég skil hvert þú að fara. Ég alveg stoltur af réttunum okkar. Hvaða réttum? Ég meina, þú veist, bara bjúga, þú veist. Já. Bjúga og uppstur. Ertu stoltur af því? Já, eða þú veist, ég meina, ég myndi ekki vilja beila því. Nei. Þú veist, það er ákveðin svona nostalgíufaktor í því. Já. En, þú veist, það væri alveg, mér þetta mjög gaman ef það væri bara eitthvað svona, við fengum okkur bjúga hér. Það er bara eitthvað spónveri. Við fengum bjúga hér. Já, ok. Ég frá Ísland, sko. Þaðan kemur. Þetta íslenskur réttur? Það veit ég ekki. Örugglega ekki. Það er ekkert íslenskt, ever. Þú veist, eina sem ég hugsa bara svona íslenskt, það bara súrmatur. Já. Svona eitthvað svona þorrablóts matur. Flatkaka. Þú veist, eins og sviðasvölda. Já. Ég þekki fólk sem að færa sér sviðasvöldu bara svona svo samloku. Í staðan fyrir að fá sér bara... Já, ég gerði það þegar ég var krakki. Það bara ekki lagi. Nei, það ekki lagi. Já. Og að borða súrmat og finnast það bara góður. Það bara skrítið. True. En má ég spyrja það einu? Já. Ok, þú hefur ekki farað, þú veist, ok, jú, þegar þú ert náttúrulega trúlofaður. Jú. Ferðu oft á date með konunni? Nei, ég mætti vera dullari. Já, en þú veist, þú hlýtur að hafa gert það. Já. Hvað búin að lengi saman? 13. 13 ár? Já. Damn, ok. Þá skil ég að búið aðeins róast í date. En ok, já, þú veist, þegar þið farið á date saman, þú veist, út að borða eitthvað, eða býður einu eitthvað í mat, þú veist, eitthvað svona cute. Mætti vera duglegri kannski. Sorry, ég setja svona Þú ert að áta mig. Ok, nei, ég vil að breyta spurningunni. Tökum dæmi. Þú ert að bjóða Katrínu út að borða. Já. Nei, í mat. Já. Hvað eldaru fyrir hana og þú þekkir hann ekki, skilur þú veist, þú þekkir hann ekki, hvað ætlar að hendi í, þú veist, valla það samloka, eða skilur Nei, það væri lasagna. Já, það enda alveg frekar hot. Já. Það heitur réttur. Já, líka bara að því að mér finnst svona lasagna einhvern veginn ekki geta klikka. Nei, true. Ég man ekki eftir ég hafa fengið bara ógeðslega vond lasagna. Nei, já. Lasagna annarkvæmst bara geðveikt gott, eða bara mjög fínt. Þú getur bara að borða. Sammála, einmitt. Það sleppur alltaf. Alltaf. Og ef það er eitthvað smá off, þá getur þú raunur bara setta á brauð. Herðu, nei, ég veit hvað ég myndi gera. $1 million spaghetti. Ok, ertu með eitthvað
eitthvað tricks Nei, þetta uppskrift sem heitir $1 million spaghetti. Ok. Hún í bullinu. Hvað það? Ok. Bear with me. Caps, it's mad science. Þetta er stilt upp eins og lasagna. Já. Það hakk og alls konar. Nema þú búin að blanda hérna sýrðum rjómaosti, aromat, alls konar. Sem bara svona sósan. Já. Þú setur spagetti í botnin. Soðið spagetti. Setur það í botnin. Setur hakk ofan á. Og svo þessa sósu sem þú ert að búa til. Já. Og svo bara repeat. Ok. Ost ofan á. Já. Þetta bara bomba. Nei, í alvörinni. Þeir sem hafa ekki prófað þetta, googliði $1 million spaghetti, prófið þetta, heyrið svo í mér. Einmitt. Ok. Til í það? Ég er til game. Þú ert game. Já. En þú veist, er þetta svona sexy matur? Hann er mjög sexy. Það? Af því að þú veist, þetta er aðeins öðruvís en lasagna. Já, spagetti er endur alveg. Já. Það er ekki spagetti, það er pasta. Jú, spagetti. Já, það er alveg sexy matur. Já, og þú veist, þú ert búin að hræra einhverja sósu. Já. Nei, þú veist, já, þetta er pæling, sko, af því að það er fucking dýrt að fara út að borða, sko. Já, þú veist, þegar ég fyrir út að borða, ég held að vera að fara með þá spurningu, sko, hvað ég myndi panta mér. Já, ég meina, þú veist, ert þú ekki bara, þú eru að opna matseðilin á apotekinu eða eitthvað, bara, hvað er þetta? Eru þið ekki með krakkaseðil? Já, ég finnst það ángríms. Samlokur. Þú pantar ekki það? Nei, mér finnst nautakjöt mjög gott. Já. Og, jú, ég er náttúrulega laug á þann. Mér finnst humar og rækjur góðar. Ok. Þannig að, þú veist, ok. Humar tempúra, rækjur tempúra, alls konar svona. Já. Það er geðveikt. Einmitt. Ég er matsmaður mikill, en ég er skrítingall þegar ég kemur mat, sko. Já, heldur við. Þú, sko, ég held að vera minnig ykkur, to be honest. Ég held að vera minnig ykkur, Já. Ég held að vera bara einmitt þetta fiskidæmi. Nei, ég er nefnilega mikill. Ég er líka bara að taka toppinn af ísjakanum, sko. Já, ég gæti verið að fara deep þegar kemur að þessu, sko. Já. En eitt sem að mig langar að við, það er, þú veist, sko, það er önnur orka tengt mat sem ég veist mjög áhugaverð. Það er matviskubitt. Já, nei, hvað, veist, veit Það vera matasár. Já, matsár, já. Færðu þannig? Já, ég er mjög matsár. Færðu bara svona í instant fílu? Bara svona... Nei. Tjöfull. Já, þið mér svona góða mat en ekki ég. Veistu hvað típur þetta er? Já, 100%. Hún er svo mikið til. Þú veist, ef það er matabóð eða ég býð einhverjum með mat, þá finnst mér mjög pirrandi að þú sér það bara mikið. Bara mikið? Já. Það ég? Nei, betur, ég held að ég sem að rugglast á hvað er að vera matsár. Er þú að meina að þú ferð ekki nóg af matinn? Já. Já, ok. Það er að vera matsár. Það? Já. Ég er að tala skilur, þú pantaði mat og hann er ekki eins góður og þú hérst að myndi vera. Já. Fattar það mig? Það heitir bara vombriði. Já, þú veist, svona, já, ég held að kalla það Þú ert alltaf að þróast í íslenskunni. Já, maður er svona að æfa sig. Maður er að æfa sig aðeins. En það er heldur betur. Sko... Ertu í alvörunni? Í alvörunni? Ég bara fann fyrir þessu orku síðast. Sko. Já, það var ekkert eitthvað mikið pasta í búði. Nei. Þú varst bara... Ok. Og ég tek síðasta. Já, ég er mjög matsár. Já, en tekur alltaf síðasta. Bara... Já. Ætlar ekki að bara síðasta, ég tek hann. Ég segi þetta ekki, tek hann bara. Nei, ok, tekur hann bara. Já. Þú veist, ef allir er búin að fá sér. Já, hvað var ekki búin að fá okkur? Já. Þú ert eftir að fá þér. Tala minna, borða meira. Borða meira, tala minna. Nei, ég er að tala skilu, þú veist, þú fer út að borða með viniðinum og allir fá sér hambúrgara, einn ákveður að fá sér vilt borgara, sem er eitthvað svona pæling. Já, ég hef lent í þessu riski. Einu svona atviki sem er svona bara eftirminnilegt. Já. Það var á einu staðinn á Íslandi, þar sem við vorum allir vinirnir í skíðaferð og hérna við fórum allir út að borða á hana stað. Já. Og ég hugsaði bara, þú veist, það var eitthvað tacos. Já. Og ég hugsaði bara, geðveikt. Nice. Það fór með tacos. Og það var svona 3 taco og þú kannst valið, þú veist, eitthvað svona nautataco. Já. Ok, ég var ógeðslega spenntur. Þunnur, tilbúinn bara að fá mér að borða. Já. Það sem kemur var mestu vonbrigði sem ég hef á ævi minni smakkað. Það kom svona harðskellja taco. Já. Svona ekki mjúka. Nei, þetta var bara ekki soft taco. Nei, þetta var bara þetta Santa Maria sem hún fær í bónus. Já, bara harðasta skel á jarði. Sko, hún sker þig. Já. Og ef þú tekur bita henni, þá brotnar allt. Já, og ég segja samt af hverju. Þú átt að baka hana. Já. Þeir gera það ekki. Nei, já. Fá þetta þeir.
Hvað er að laðin? En það sem var líka á þessu var guacamole. Guacamole. Og það var guacamole á þessu? Guð! Það var aftur. Og með líka jalapenos. Bara bónus guacamole. Guacamole. Með græna lokinu í rauðu dósunum. Já, bara já, einmitt. Já. MSG guacamole. Ég veit ekki MSG. Ég veit ekki, bara svona. Já. Þetta var bara, og þetta eru vestu taco sem ég á ævi minni. Þetta er náttúrulega ekki guacamole sem í þessu dós. Nei. Þetta er eitthvað allt annað en guacamole. Hvaka? Af því að, kanntu að gera guacamole? Þetta er mataþáttur, uppskriftsþátturinn, vákvæði glæður. Avocado. Avocados. Limes. Rauðlugur. Með stundum. Já. Þú sleppir alveg, þú mátt að sleppa hann. Já. Og bara hræra. Já, pínu salt kannski. Já. Pínu salt. Pinch of salt. Pinch of salt. Nei, þú veist, það er ennbla málið, sko. Varstu matsál þarna? Eða matviskubitt, eða eitthvað slags. Og þessu veit ég ekki það. Já. Fórstu alveg í svona, þú veist, settur hendunar undir borðið á meðan viniðinni voru að borða. Nei. Við pöntuðum okkur allir tacos. Og sagðiru, þið strákan er bara gaman hjá ykkur og ég er bara hérna með minna harðskeilega tacos. Ég fæ aldrei neitt. Ég alltaf ég að lendi í þessu. Nei, þetta er ángríns eitthvað sem að, ég hef upplifað. Við pöntuðum okkur allir tacos. Þannig að þú veist, það var ekki. Það var allir. Þegar hinu borðinu, hvað fengur þau? Já, ekki panta ykkur. Ég myndi ekki panta ykkur. Það er svona svo fyndi, sko. Ég elska þessa veitingastað, sko. Það skilur mig, þú veist, það er sko, þú veist, þið farið 4 saman og það er manneski sem verður matsvöng, eða matvönd, eða eitthvað, hún gerist eitthvað neginn. Já, vonbrigð. Bara að vera fyrir vonbrigð. Upplifir vonbrigð. Ég reyna að finna eitthvað orð fyrir þetta. Já, ég veit það. Finna það er ekki að ganga vel. Já, nei, og hún byrjar svona, þú veist, hún fer inn í sig, skilur hún tjáir þetta ekkert, hún bara, þetta er ekki alveg nákvæmlega eins og ég átti von á. Nei. Og það er allir bara, já, einmitt, að borða sinn mat. Já. Og síðan svona 5 aðra vorkenninni og býður henni kannski smakk af sér. Þá segir hún, þú veist, ég pantaði mér ekki þetta. Nei. Mig langaði bara í þetta sem ég var að fá mér. Og þetta er ekki eins og ég átti von á. En þetta er sann, sko, ég skil líka manneskinn sem lendi í þessu. Þetta er svo fucking glatað. Þetta er ömurlegt. Kannski 11 og 9. Já. Eitthvað matur. Já. Og þetta er bara eitthvað 30 cm hörpuskel eða eitthvað. Já. Og hún er vond á bragðið. Já, það er hæðilegt. You had one job. Einmitt. Good. En ert þú típan sem að myndi kvarta veitingastað? Nei, ég er það alls ekki. Ég er tilbúin að borga ykkurum frekar bara pening í staðan fyrir þess að kvarta. Já, ég samlægir. En málið er, ég hef samt lært það á minni meðvirknisnámskeiðum að það er ekki rétt að hugsa. Maður á að kvarta. Já, ég veit það. Það er bara oft verið að reyna að kenna mér það. Ég get það ekki. Nei. Þú veist, og ég sko, þú veist, ef það er hár í matnum mínum með eitthvað, ég myndi bara taka það og halda bara hún að borða það. Já, ég líka. Klálega. Ég sá þetta ekki. Já, einmitt. Þetta gerist ekki. Já. Hvað var í matnum? Ekkert. Please, ekki fara með hann matið minn. Ekki taka hann. Alls ekki taka hann. Já, sérstaklega þetta þegar ykkur vil kvarta fyrir þig. Já, það er ekki gott. Guð minn góður. Nei, ég borða þetta bara. Steikin er rá, en hún er semi-elduð, það ekki. Þú sér það að búið lokinni hérna á pönnunni. Já. Mér er það svo fyndi, sko, þú veist, ég veit ekki. Ferðu oft út að borða það? Nei, svona 4 sinnum ári. Myndi ég áætla. Já. Ég held sko mesta áskorun sem ég hef gert bara fyrir sjálf á mig á veitingastað, það var eins og þegar ég fór í svona ævintýra, svona leini, eða svona ekki leini, óvissu. Já, óvissuferð. Já. Það var ekki erfitt fyrir þig að þú borðar ekki neitt. Ég fekk lunda, karfa, alls konar eitthvað svona. Ég smakkaði þetta allt, sko. Já. Sumt að þessu var allt í lagi. Ok, þú smakkar matinn. Já. Það er jákvæmt. Já. Það er mjög jákvæmt. Ég er ekki að segja, ég borði ekki fisk. Já, nei. Og ég hef aldrei smakkað hann, skilur. Það er bitað sér. Já. Bara þetta er ekki fyrir mig. Nei. En svo er samt sumi matur sem að ég bara vill ekki smakka. Já. Það er svo svið. Já. Veist, og svona, alveg svona skiljanlega. Svona dirty, sviðasulta. Ég myndi aldrei smakka. Never, ever. Fuck that. Nei, þú veist, já. Með þess að fokkin fyndi, sko, eins og bara þjónar. Já. Ég hef verið þjóð. Hefur verið þjóð? Já. Hvar? Hótel Örk. Já. Var það ekki, finnst þetta ekki svona spes dæmi? Þetta er svona, hvernig smakkaði maturinn? Einmitt. Eða skilur, þú veist. Já.
ég veit að þér alveg sama, sko. Já, Þú veist, ég veit alveg, bara ógist að vel. Það einhvern veginn það allir í fake. Já, allir, já. Það kemur ykkur upp á manni, bara þú ert með dýrasteikur fram með, hún góð, bara eðlilega. Já. Þetta kannski besta steikin á landinu. Hún bara með dóma fyrir að vera besta steik. Ég lendi í svo apotekinu, var að fá með vagú-kjöt sem bara besta kjöt í heimi. Já. Við fengum okkur saman á Akureyri. Já, einmitt. Mjög gott. Þú veist, það klikkar ekki. Eða þú veist, jú, þú getur alltaf eðalagt það. Já, því að þú þarft að elda hana sjálfur. Já, einmitt. Það getur ekki klikkað. Það getur ekki klikkað. Nei, jú. En þú veist, jú, en það er mér að kenna. Já. En þegar þjónninn kemur upp á mér og kemur bara eitthvað, þú veist, hvernig smakar það ykkur? Hvernig er maturinn ykkar? Allir bara, jú, bara mjög góður, takk. Sem ekki áfrátt að heyra. Okay. Mér líður eins og, sko, þú veist, ég hugsa alltaf bara, hún að fara með þetta eitthvað annað? Þú veist, núna. Já. Hún að fara með hrósið? Þeim fannst maturinn mjög góður. Já, vakjukjötið. Frábært gott. Eðlilega. Já, en er þetta ekki meira bara svona vera á staðnum? Jú, bara kurteisi, skilur þú veist. Þetta er mandatory kurteisi sem ég spyr mig alltaf um. Já. Ég fer alltaf ekki bara svona, ok, þurfum við á þessu að halda? Ég hemlik bjargaði einu svona manni hemliktæki sem þjótt. What? Já. Í alvöru? Já. Hóðlörk. Ha? Vá, hetja. Stóð í honum. Varstu hvergeringur ásins? Nei. Ekki, nei. Dammit. Goddammit. Næsti? Já, mér fannst það mjög cool. Já. Svona, þú veist. Kanntu það? Hemlik. Kanntu ekki að hemlik? Já. Næs. Það gera við þig? Já. Núna? Já. Brýtur mig ekki? Nei, nei, en þú ert náttúrulega veikbyggður. Já, farið varlega. Já. Ok, ég þykjast vera kapna eða eitthvað. Stefán, hann er að kapna! Komið. Já. Ói, hvað það vant. Já. Takk fyrir bjargaði lífið mínu. Takk. Skilur þú? Já, ég skil, já. Þetta er svolítið triks. Þetta virkaði samt ekki, sko. Það kom ekkert upp. Jú, Já, veist. hvað átt að koma upp? Eitthvað gaman matur eða eitthvað? Prófaðir. Það er enda rétt. Trú, wow. Það virkaði. Já. Takk fyrir það. En það sem ég mæli til með við gerum, það er að fá gest. Gerum það. Kenna okkur á matinn. Kennum okkur, ræðum bara við hann mat. Það er engin annar en... Hæ, Adam. Hæ. Hjartalega velkomin í þáttur okkar. Takk fyrir. Við strákarnir erum búin að pæla ógeðslega mikið í hérna mat. Já. Og mér datti hug, ég fór að hugsa. Já. Hvað manneskju, ef ég þyrfti að borða manneskju, hvern myndi ég borða? Og ég hugsaði, Adam. Þannig að ég myndi borða þig, líklegast. Þú varst fyrir valinu. Ég var fyrir valinu. Já. Ég er ekki hissað. Þess vegna ertu ég hjá okkur í dag. Já, þess vegna er ég hjá okkur í dag. Ertu nokkuð að kvöldtíkin? Nei, þetta er mikil heiður. Veit ykkur úr sért hérna? Nei, ég sagði engum. Fullkomi. Já. Nei, hei, takk fyrir að fá mig, strákar. Mikil heiður að fá að sitja með ykkur í þetta fallega stúdíó, tveim fallegum mönnum. Mér líður strax vel, eins og sé heima á mér. Er það ekki? Leggst ég hvar á borðið síðan, eða hvernig virkar þetta? Sko, já, við ná eftir. Já. Bara fyrir Dark Web, þátturinn sem fyrir Já, það er fyrir áskriftinu okkar. Við erum bara að borða þig. Já. Nei, ég er sem þetta grínast. Ég myndi aldrei borða mannakjöt. Ekki. Ef þú fengir bara, hei, þetta er bara eldri maður sem vildi láta borða sig. Já. Það er til í að láta borða sig. Já, þú veist, þetta var hans ósk, skilur. Það er alveg til sjúkt, eða skrítið fólk, skilur. Já. Sem er með sérstakar svona óskir þegar þetta deyr. Einmitt. Ef þú fengir bara, herru, hann vildi alltaf borða sig, þetta er bara létt eldaður lærveði, myndir ekki borða? Jú, kannski, ég myndi smaka það, skilur. Ég myndi alltaf gera það. Myndið þú smaka það? Nei, ég geti það ekki, sko. En, ok, en ég myndi borga þér. Ok. And I am beautiful. I'm beautiful but I be too bad. Hversu mikið myndir þú borga mig? Hvað er matakjallarinn að borga þér fyrir TikTok, skilur? Það fer bara rosa mismunandi eftir hvernig verkefnið er.
Já, ok. En sko, þú veist, ef ég bara kom að smakka bara, heyrðu, hérna er kjöt á borðinu. Verkefni núna manneskja. Manneskja. Það þurfti að vera... Sem vill láta borða sig. Svona, kannski svona 8 áskall. Per view. Það satt sko, ég held það sem mjög interesting að því að, þú veist, sögur sem hafa heyrt af fólki sem að hefur borðað mannakjöt, það segir það sé actually gott, sko. Hvaða dark web líka þú inn á þegar þú ert að... Þú veist... Þetta nú X. Já, til dæmis. Og þú veist, bara svona alls konar sögur af fólki sem hefur borðað mannakjöt. Ég meina það hefur fólk strandað í flugvélaslysum og þurft að leggja sér menn til munn. Já, í neyð. Pælið í því. Í neyð. Já. Þurfa bara að borða sætisfélagin. Einmitt. Já, ég myndi gera það. Það? Eat or be eaten. Já. Alltaf, sko. Þráttur fyrir engi vera borgaðir. Já, þannig að ég þurfti bara að lifa af. Værirðu þá bara eitthvað, hæ, komið með mér. Hæ, ég er fastur upp á Everest, komið með mér. Hérna, hæ, og ég var að smakka henni. Aldrei hvað gerðist í lókvipans. Ekki gleyma komið með mér, af því þetta er eitthvað sem að menn höndla ekki. Það fyrir alveg views. Ég er bara að gera eitthvað sem að ég lofa. Þú hefur aldrei gert það. Nei, en þú veist hvað part myndur þú borða? Hvað part myndi ég borða? Já. Mannakjöt. Mannakjöt. Sko, lærvöðvi, hljómar eitthvað svona, þú veist, þetta er svona, ég vil að þetta sé besti parturinn. Já. Lærvöðvi. En rassinn? Glútið? Já. Sko, pæling? Já. Já, pæling. Ég er bara að segja að það er pæling, skilja. Já, það er pæling, sko. Alveg mjög pæling, feit pæling. En það er svo, þú veist, mannakjöt er svo skrítin umræða. Já. Þú veist, það er eitthvað margir sem núna bara what the fuck. Já, förum ég eitthvað annað. Hérna, kannt þú bara ekki elda? Þú veist, dæmið þitt, af því að, ég var kannski að byrja á því að kynna hann. Við erum kannski að byrja á því í þessum þætti, að kynna gestin. Við erum að læra þetta. Þetta er 3. þátturinn okkar. Já. En sko, hérna... Þú hefur aldrei verið í... Nei, ég veit. Ok, má ég kynna hann aðeins? Já, bara eins og vilt. Þetta er Adam. Hann er TikTok famous á Íslandi. Ekki með marga fylgjendur, en með mjög mörg views. Adam er einnig módel. Fór til Indlands, eða ekki? Jú. Vannst einhverja keppni hjá Elite og þau fluttan. Þú varst fluttur til Indlands. Já, ég var bara seldur til Indlands. Já, það ekki. Vann þar bara fyrir fólk. Já. Og síðan var ég sendur áttur heim. Já. Og svo kom hann heim og stofnaði þar þá hjólaleguna Solo. Já, það er rétt. Jú, þetta er bara on point. Þú ert eitt bróður sem ég vunni með og hérna, ég held að það sé betra sko að þú gerir þetta af því að þú ert sem sagt manneskjan. Já, en mér er svo gamla að heyra þegar þú segir þetta. Já. Því þú ert svona, þú veist alveg meir um mig. Ég veit mjög mikið um þetta. Virkilega góður drengur. Góður drengur. Já. Þetta með góður drengur. Óksla fýtt guður. Nei. Ég vil að byrja þetta nýtt. Já. Hérna, já, ok. Adam, viltu viltu kynna það fyrir fólkinu? Aðeins. Svo fólk viti hver þú ert. Já. Því að þú ert bara, eins og staðinu núna, þá ertu bara myndalegu maður í sæðinu, skilur. Já. Fjallmyndalegu maður. Fjallmyndalegur. Bara óþægilega myndalegur. Djöfullestu myndalegur. Þú? Djöfullestu myndalegur. Manstu, áður fyrir að kynna mig, ertu búin að horfa á vídeó mínu? Já. Já, og hefur heyrt þegar þið nota setninguna í lokin á vídeón? Þegar ég kalla þið myndalega. Já. Þetta verður svona átrói, skilja, alltaf svona, og svo kemur djúvilliti myndalega. Já. Þú var svo ánægður að heyra þetta. Nei, mér fannst þetta svo gott. Já. Ég er mjög glad að heyra þetta, af því að ég er mjög óörugum maður, innstinni. Það er sann svo skrít. Come on. Ekki láti svo kjátt. Hættu þessu stókar. Nei, frá láti svo kjátt. Ég er búin að hugsa um eitt. Nú fyrir að kynna þig. Mér fyndi að við sem býðum með að kynna þig. Kynnum maður bara í lokin. Vaknar eitthvað til mann. Það var bara djöðlega ljótur. Já. Hvernig? Hvernig er það í raunverulega hægt? Þið veitir hvað ljótan er, skilur. Þið getur stundum með maður, þú veist, Ingo, þú horfir í speilin, hvað hugsaðu þegar þú horfir sjálfa þig? Bara svona á góðum degi. Á góðum degi? Já, hvað gefur þér? Með tönnel í báðum, einhvern veginn. Ég hugsa aldrei útlitið mitt þegar ég horfa í speilin, sko. Ég hugsa mikið klúðurinn mín í lífinu. Eða bara svona... Þú horfir lengra, þú horfir dýpra. Já, ég horfir miklu dýpra. Ég er á sjálf, sko. Ég sé bara
það sem sé, sko. Ég horfi aldrei í speil og hugsa útlitið mitt. Jú, ég gera það nú. Ég að ljúga. Þú ert komin í fínu fötin eða greiða hári, leiðin út. Það rétt. Þá oft píri í augun svona. Verða svona pínu serious. Já, það er svona speklalúk sem að gefa sér. Ég gerir svona með eyrun. Já, þú getur sett það aftur. Ég gerir pósið. Ég óþægilegast sem ég hef lent í. Fæst þetta rosa Já, mér finnst þetta gott, sko. Aha, frá móterstráknum. Ok, nice. En sko, ok, það sem að þú ert myndur þú kalla það matgæðing? Já, bara 150%. Matgæðingur. Ef ykkur spennum hvað ég er, matgæðingur. Já. Faðir. Númer 1. Matgæðingur. Númer 2. Já. Okay. En hvað móteldæmið inn í þessu? Það er búið, ég var þarna fyrir 10 árum, meira, okay. 11 árum að bjóða í Finnlandi. Ertu aldrei að fá neitt svona mótelgigga? Jú, þau koma inn á milli, sko. Alveg meira núna náttúrulega þegar maður er svolítið svona top of mind, skilur þú það? Læstur. TikTokinu, fattur þú? Það koma alls konar skemmtileg verkefni, en það er ekki svona, það er bara svona auka, skilur þú? Já, þú veist, sko, að því ég er sjálfur mikill matgæðingur, eins og kannski sér það á mér. Og minn uppáhaldsmatur, ítalsku matur, bara... Já, ég sé það. Ég sé að það getur verið þetta. Allt sem er ítalskt gott. Já. Allt sem heitir fiskur vond. Skilur við? Allt sem fiskur vond? Sardínur? Sardínur? Já. Gast ekki bara farið í einhvern annan fisk? Æ, sorry, ég veit ég tók sardínur að ég er með sardínur heilongs. Fílar sardínur? Ég fíla sardínur mikið og ég er svona, það er eitthvað við febrúar mánuðin. Ég hef aldrei búin að jafn mikið af sardínum í þessu mánuði og bara öll síðan 10 árin. Bara úr dós? Úr dós, já. Og það kannski tengist það líka að ég er að gera svona sardínu uppskrift sem ég ætla að setja á TikTok. Ok, nice. Sæll. Það er svo sérstakt, sko. Það er ógeðslega skrítið. En þú varst að tala pasta, matgæðingur. Já, sko, ég er pasta matgæðingur mikill. Já. Og pítsur, hamborgarar, allt í lagi, fyrst og fremst pítsur og pasta. Já. Ég myndi setja pasta nummer 1. Yfir pítsur? Já. Ok. Ef þú fer góðan pastarétt, það jafnast ekkert á við góðan pastarétt. Já. Það er bara þannig. Já, ok. Ef þú setur pilsu í pastarétt, þá ertu búin að skemma hann. Ef þú setur bacon í pastarétt, þá ertu búin að skemma hann. Af hverju þetta segir þess að þetta sé eitthvað hot take? Að setja pilsu í pastarétt, það er ekkert eitthvað level up dæmi. Það gera það margir. Já, en það er sem bara svona... Já, fyrir börnin sín kannski. Þú veist alveg hvað er að tala um bacon og allt þetta. Bara, þú veist, ég er ekki maður sem fílar pilsu í pastarétt. Nei, ég er ekki. Það er ekki ég, sko. Nei, ok, já, þú ert meira svona dannaður. Nei, já, en þú veist, allt þetta svona kjötmeti í pastaréttum, það er ekki gott. Ekki carbonara með þarna... Það er allt í lagi, jú. Gott carbonara, þú veist. Ok, en þá... Spaghetti bolognese. Frábært. Kjöti því. Já, þú veist alveg hvað ég meina, ekki er svo erfiður. Þú bara tala, eins sem sé fyrir mig, hann er bara svona spagetti og skortar við pulsur og kannski bara stinga þessu í gegn. Ég er matgæður. Ég elska pasta. Eins og skinka. Eins og skinka, já. Ef þú setur skinku í pastarétt. Skinka er ógeð. Rólur, ok. Þetta er hot take. En mér finnst skinka ógeð. Og þegar hún er sett í, þú veist, á pítsur, brauðrætti, you can name it, það er bara ónýtt. Já. Þannig ef þegar ég held skýrn og ég er með brauðrétt, þá setur pepperoni í staðin fyrir skinku. Setur aspas í dós og pepperoni. Nice. Aspas í dós er örugglega eitt af versta sem ég get nokkuð tíma að borða af mér. Já, það er mjög sérstakt. Já. En mér finnst skinka geggjaslega, sko. Ég elska skinku. Getur þú borðað hana bara? Ég get borðað skinka eintómt, sko, easy. Hvað segir þú? Ég get borðað hana eintómt, easy, sko. Já, ég get borðað hana útrunna. Útrunna? Nei, það er bara tópa þig. Nei, þú veist, ok, þú ert matgæðingur. Já. Byrjaðu, þú veist, hvenar, mér er svo skrítið, bara sorry Adam, þú ert mjög góð vinur minn. Já. En mér finnst þetta svo skrítið, ég man eftir þegar þú byrjaði að posta. Já. Þá fórst að hugsa, hvað er að þessum gæja? Já. Ég var fyrst bara, ok, stay in your lane, dude. Já, nákvæmlega. Ég hugsaði bara, ok, þú ert ekki að fara inn á áhrifalda markaðinn. Þú ert með módelbransan, stay in your lane. Já. Ég hugsaði, ég er staying in my lane. Já. Ég er in my lane. What's your lane? Það er þetta, podcast, skilur við. Ég er ekki það, eins og ég gæti ekki fara inn í módelbransan, eða? Jú, þú getur það. Ég getur það. Hár
Já, þú ert vaksin, þú verður mjög góður á the catwalk. Já, en hvað gerir þú? Þú ferð out of your lane og ferð inn í my lane. Þannig að ég fór að hugsa, hvað vantaði þig eitthvað, þú veist, langaði þig að gera content eða langaði þig bara að borða? Þú veist, fattar mig? Sko, fyrst og fremst langar mig bara í samþykki frá pappa og mömmu. Já, ok. Já. Og þetta ágætt samþykki. Já, sko, núna heyrðu, þú ert rosalega flottur á þeim innbátur og ég segi, takk mamma. Þið núna sjúklega Ertu stolt af mér núna? Og ég elska þig. Og svo skellum við að reyna að ná þessu, sko. En hvernig virkar þetta, eins og hjá þér? Það heyrir bara fyrirtækið þér og segir bara, vil þú koma að borða hjá okkur? Já, sko, basically, í grunninn var það þannig að mér alltaf langt til að búa til eitthvað myndbönd, eitthvað skemmtilegt. Og ég var alltaf verið eitthvað svona dapla við þetta, skil. Byrjaði fyrir löngu síðan og meiri segja að ég var að byrja að vlogga á Indlandi, sko. Nei. Jú, Handy Vlogs, Day in My Life. Nice. Og það er eitt YouTube-vídeó sem til, sem ég reyndar að setja í private, sko. En ég það kannski að sína ykkur, þetta var svona að ég var að vlogga fyrir fjölskyldunum mín, skil. Það var svona mín afsökun til að prófa að búið til myndbönd. Og síðan kom ég heim og var eitthvað svona, heyrði eitthvað í Sónar, eitthvað svona, langaði að taka eitthvað svona viðtölsdæmi, eitthvað svoleiðis, bara eitthvað, og eiginlega, þú veist, það var alltaf svona, mér langar að fara á Sónar, en ég tími ekki að borga fyrir það, eitthvað meginn. Og síðan kemur þetta matadæmi af því að ég á mér draum. Já. Innstinni á ég mér draum. Ég á mér draum, ég á mér draum. Frábær mynd. Já, æslumynd og gott segment. En já, það er að ferðast heiminn, borða góða mat og geta lifað af því. Já, einmitt. Hvernig get ég gert það? Af því ég var að horfa á Anthony Bourdain og Somebody Feed Phil og þessa gæja og ég bara, hvernig, þú veist, þeir eru að gera eitthvað sem að ég bara draumur fyrir mér, hvernig get ég gert þetta? Anthony Bourdain er náttúrulega kokkur, sko. Já, hann er nefnilega kokkur. Það sem hugsa ég er ekki kokkur, ég veit ekki mikið þetta, skilur. Hvernig ég get ekki fara að því hann byrjaði að skrifa bók. Já. Og síðan byrjaði þetta hjá honum þannig. Hann ég bara nei, og þessi hugmynd var að malla hjá mér þegar ég var 22 ára. Já. Og það er ekki fyrir en að ég er orðin 29 ára þegar fyrsta myndbandi kemur út, af því þarna er ég bara, heyrðu, ok, þarna er ég búin að tengja saman að ég get búið til myndbönd sem er skemmtilegt. Ég get borðað mat sem ég elska. Vonandi ef ég held þess áfram, þá fyrir fólk að bjóða mér, þannig ég get frítt út að borða fyrir myndbönd. Og einhvern megin ætla ég að byggja þetta upp þannig og er ennþá að byggja þetta upp að því að ég geti ferðast og gert þetta. Það er markmiðið og draumir með þessu, skilju. Það er reyndar hljómar drullu vel. Já. Ég stið það. Þannig að í því þarf ég að stíga í þína línu. Já, sko, inn á þína línu. Þú klálega, sko, núna ertu in your lane. Já. Þú ert búin að sanna þér lane. Já. Ég er að tala þegar þú byrjaðir. Þá var ég bara, hvað er að fá ég gera? Þú veist, stay in your lane. Þú varst þannig að ég vil ekki skrýtni kommentir. Nei, sko, það er... Give it up. Já, okay. Já, ég var með 4 akkánta á drullu. Já, sko, mál er við Adam, þú veist, sko, Adam, we go way back. Er þið Hafnarfjörður boys? Nei. Sko, þú veist, sko, issue, sko, með risastort issue, gagvart Adami. Já, þið körubólta back in the day. Adam gerði það líka. Með KR. Já, með Haugum. Og Adam var alltaf betri, myndarlegri, og svo fór hann í mótibransun og hætti körubóltan sem var flott, af því að bara, já, he found his lane. Og ég ætla bara að finna mitt lane. Ég er ekki svona fallegur, ég er ekki svona góður íþróttamæður, þannig að ég ætla að fara að gera mitt dæmi. Og hvað gerir Adam? Já. Hann kemur in my lane. Og basically, tröll rýður þeim markaði. Já. Og svo fær hann mig bara einhvern veginn stundum til þess að koma í vítunum sin, til þess að rífa það þessu. Til að rífa þetta þessu, já. Þú veist, þannig að, þú veist, stay in your lane. Skilur mig? Já, ég skilur. Núna mátt sem vera on your lane. Nei, sko, veistu hvað ég var að pæla að gera núna, næst? Það er að gera eitthvað svona podcast-þætti. Ja, þú fucking gera það. Ég er ekki að djóka. Ég mun aldrei koma sem gestur. Ég er bara ekki sjans. Nei, ég mun 100% koma sem gestur. Já. Nei, en þú veist, Guðanabærum ekki gera það. Nei. Guðanabærum.
Það er mikið. Ef þú byrjar að gera eitthvað ferðapodcast dæmi, þá verði í alvörinu brjálæður. Í alvörinu. Ok, ég segi ykkur konseptið sem ég var að pæla með mínu podcasti. Fuck! Að þetta hugmyndin fæðist með þér, sko. Já, það. Þegar við erum að taka nei, þegar við sáttast niður við tókum upp klukkutíma eða meira af efni og ég klippið það síðan niður í 3 til 6 mínútur og síðan var ég alltaf að þessu og alltaf sittast með eitthvað skemmtilegu fólki skilur, við varum með Bríett, við bara tölum ógeðslega mikið, hún var að tala um bara alls konar dæmi og hún var bara allt í myndavél og hún var alveg opin fyrir því að bara deila þessu og síðan saman með bara alls konar fólk skilur, og síðan sast ég niður með Ólafi Darra og Unnibyrnu Backmann og Þráin og Óks og ég og við sátum 4 og vorum að spjalla og þetta var svo skemmtileg spjall að þetta var svo áhugavert að því ég er að tala með fólk sem bara fremst á sínum sviðum þú veist, það er bara Missilkokkur og Hollywoodleikari saman á borðinu með mér og að geta spjalla við þá og þeir eiga samræði og þetta krossast og Unnur að koma með ógeðslega svona skemmtilega og svona sitt sjónar út á hlutina þetta var ógeðslega gaman og ég hugsaði þetta getur verið skemmtilega því að fólk getur þá svona verið með að það getur verið svona 50 aðilinn á borðinu þannig að þetta er svona að fara út að borða og þú ert að pæla í þessum podcast. Ég var að pæla í þessu Mér finnst það ekki góð hugmynd. Honest, mér finnst það bara hræðileg hugmynd. Nei, ég er að djóka. Mér finnst það þetta geggjum hugmynd. Gerðu þetta. Mér finnst það frábær. Já, mjög góð. Okay. Ég myndi alveg stilla inn á þetta. Ertu að tala um svona stiði heilsu þú veist að það er bara þú veist allt er tekið upp. Það er allt tekið upp, þetta er bara, það verður bara mækaðir og það er bara sett ljós þannig að þetta er líka tekið upp svona þetta settur bara, ég er svolítið að taka notes að þið verður bara með eina vél og eitt síma sko, þegar ég verði að byrja að prófa með áfram í þessu sko. Akkurat, þú kemst alveg upp með það samt í þessu en mér finnst það hellu hugmynd að því að líka sko, hversu áhugavert er það að vera bara svona í vandræðalegri þögn með Ólafur að borða skelfisk Já, það er nefnilega líka máli en síðan þetta klippa það út Já, en ekki gera það, af því að mér langar að upplifa vandræðalegri þögnina með Ólafur að borða skelfisk, skilur mig eða þú veist, hvernig fer Bríett að pissa bara hafið með afsakaðan, segir hún það eða segir hún, fer hún bara Ég er ekki að meina að vera að pissa á klósetti, ég er að meina bara hvernig afsakar hún sig frá borðinu. Já, þú vilt heyra svona, bara real life. Já, real life, bara etiquette, skilur. Hver er með betra etiquette. Og síðan er mækin á fyrir henni klósetti. Já, mjúta það náttúrulega. En þú veist, skilur, ef Ólafur hann klálega segir bara, ætla hann segi ég þarf að pissa í farin. Eða skilur, myndi að segja. Nei, ég segi bara, hann myndi segja, ég veit það ekki. Hann myndi að segja, við erum afsakað. Já, hafið afsakað. Pælið aldrei í þessu. Jú, hvað fólk segir Já, bara hvað þið að segja ég hendi Ég þarf að pissa Já, nú ætla ég að fara að pissir í Já, ég er jafn óöruggur og þú og segi svona líka Ég er meira svona gæði sem fer bara Þú búist að Já Mér er samræði eitthvað að tala við þess að þeir bara Ég verð að fara Já segja það, ég verð að fara Ég er kannski búin að vera hindað í svona shit, ég er alveg að pissi í mig sko Já Svo er ég bara Svo er ég bara farin Mér finnst það svona svona Nú erum við bara alveg að Já, ég fer alveg að standa upp En kláraði söguna þeirra Þú varst með túristunum En sko ég er með 3 hot take sem ég langar að taka að það varandi mat Já Ok, er þetta tilbúin? Ég er tilbúin Fyrsta hot take Lambakjöt er ofmetið. Ekki allt lambakjöt. Mikið lambakjöt. Ok, segjum lambalæri er ofmetið. Lambalæri er ofmetið. Þitt mat. Bara okkar mat. Við erum rosalega sammálaðar. Ok. Já. Og hvað ætlar að gera því? Ég ætla ekki að gera því. Hvað ég segi? Já, hvað finnst þér? Hvað finnst mér? Já. Sko, þegar ég... Sko, nú kemur svolítið pínur. Ok, þú veist, þegar ég hugsa lambalæri, þá er ég að hugsa, ég er heima hjá ömmuminni eða mömmuminni og það er sósa með og það er fólk í kringum og það eru vinir og það er stemming og það er svona það, þú veist, gathering of it það er svona romantíska hugmyndið eitthvað segir lambalæri við mig bragðið sjálft, þetta er svona 6 af 10 þannig að við erum sammála við erum með, sammála með marg en það er hægt að fá rosalega gott en það sem að mömmur og ömmur okkar hafa lært er bara hendur sinni upp og þetta er bara, þegar þetta komið grátt á litin þá er það tilbúið þannig að þetta var vel leist hjá þér það getur verið rosalega gott líka stundin er líka alltaf góð mér er oft búið í lambakjöt á Eyrarbakka hjá mömmu og pappa og það er mitt það er stundin en maturinn er ekkert jú, alltaf, ok
Þetta sé að mamma þín og Nei, pappi séu lélegir að elda. ég myndi þetta ekki þannig. Kjötið bara ekki gott, skilur. Nei, já. Mathallir ámeðnar. Ofmetnar? Já, því að þið þekki bara þessa matvöld. Rólur. Það er málið. Slaka á. We have been around. Hann að benda á matvöld hver að gera í svona gróðurhúsi. Var ég benda það? Nei, ég veit það ekki. Já. Mér finnst þú frábær. Finnst þér Ég er að tala með ykkur af því að matvöldir eru geggjar. Ég elskar góða matvöld. Ok. Stemming inn á matvöld. Samt einhvern tímann stemming á matvöld. Já. Mér líður óngriðs eins og allir vilja vera einir. Bara læti. Já. Fýtt matur. Þú veist, ekkert út af það að setja. Allt geð þröng, geð mikið læti. Aldrei góð sæti neins þar. Nei. Þetta er allt einhvern veginn svona... Tróðið einhvern veginn. Já, og bara þú veist, klappstólar, skilur við. Já. Þú veist þetta að lýsa gróðurhúsi matvöldin. Ég veit alveg hvað ég meina. Skilur við. Ég get ekki verið saman. Þannig. Ég elska, og það er bara hunt of the game, það er bara, heyru, komnir, finnum okkur sæti. Hver að það vera hérna, ok, far þú svo sæti, ég ætla að... Nei, ok, ég er ekki alveg svona skiplaði, sko. Okay. En bara kom, já, það er náttúrulega hvernig maður er að mæta líka matallir. Síðasta hot-take satt ekki finnst mér mikið hot-take. Þetta er svolítið mikið, bara svona hvað finnst þér? Þú veist, matur án sósu er ekki góður. Það er alveg saman hvað það heitir. Ég get verið pínusammálaðir. Ok. Af því að þú veist, matur án sósu, ertu bara að tala um alla mat? Þetta er svolítið svona... Já, koncept. Hann veit ekki alveg, hann þekkir ekki alveg alla mat. Ekki alveg alla mat. Hann er ekki með sömu reynslu og þú. Þannig að ef að þú ert með einhver mat sem er sós betri án sósu, þetta er það sem, sko, því að hann er einfaldur maður. Já. Hann er samt matgæðingur. Virkilega einfaldur. Já, svona, já. Einfaldur matgæðingur. Þannig að hann þorir bara ekki að spyrja þig. Það er basically sem að segja. Hann þorir ekki að spyrja þig. Er til einhver matur sem er góður án sósu? Já. Appelsína. Come on. Smarty pants. Já, það var leiðilsvar. Ok, matur sem er góður án sósu. Hvað með það? Hvað heitir þetta? Hérna, burrata. Ostur? Burrata ostur með tómat. Þú skilur alveg hvað er að para. Ertu að tala um kjöt? Njá, þú veist svona mat. Þú færið þér ekki burrata ost í kvöldmat. Við þurfum að finna skilgreiningu á mat. Já, þú veist, sko, ég finn lost hérna í þessu, sko, af því að þið eru bara að hugsa um bara eitthvað hambúrgara eða eitthvað. Nei, þú, Akkur svona reiður á það? Er ég reiður? Já, sorry. Þú skilur hvert þér að fara. Þú myndir aldrei herri hvað ég að hafa í matinn í kvöldastu mín. Ég að hafa burrata ost. Það bara ekki það. Ok, það er spurningin þess að. Spurningin er hvað að hafa í kvöldmat. Ég skilgreini það sem mat. Ok, fyrir alla fjölskylduna. Eitthvað á borðið. Úff, ok. Ok. Núna skilur mér hvað þú tala um. En það er svona, sko, það er fólk, sko, jú, það er, hérna, þú getur gert svona eplasalat, skora þetta niður. Nei, ok. Fair punktur. Þetta er mjög fair punktur. En mér núna liðum bara eins og þessi pínu on the spot og mér dætti ekkert sniðið í hug það er fólk að núti núna sem er bara eitthvað, þetta og þetta. Nautalund, rosalega góð. Kartöflur. Stundum er hún betri sem ansós. Nei. Þú veist, vistu hvað er að meina sann? Já, hún þarf ekki sósun. Nei, þú veist, við fórum og fengum okkur ölnaut. Já. Það var alveg, þurftum ekki sósu. Ég nefnilega, sko, ég kom með þetta heimann fyrir ykkur að smakka. Nú? Já. Ok. Minn rétt. Hvað meinur? Hann inniheldur sósu. Já, ok. Vil ég smaka? Já. Já, bara endilega. Ykkurflik. Ok. Vá, spennandi. Ég vissi ekki að þessu. Sjáu ég það. Inniheldur sósu. Við samlokum. Svo vel. Takk fyrir. Ég var að gera þetta heima bara. Já, hún er mjúk. Já. Þetta er bara brauð með engu. Jú. Það er á þessu. Ekki opna þetta. Ok. Nei. Fáðu ykkur vænanbita. Fáðu diggið. Vænanbita? Það er ekkert hættulegt í þessu. Nei, býta aðeins, sko. Það er ekkert hættulegt í þessu. Ég var að kynnast þér, sko. Já, ég lifi góðu heimili, skilur. Hvað sem, lifir góðu heimili? Ég lifi á góðu heimili, skilur. Það er ekkert... Ég er ekkert vond, þú veist, ég er ekki með neitt sem er sardjun eða eitthvað svona sick. Já. Allt sem er að ný er mjög gott. Ég borðaði þetta, þetta er ástæðan fyrir ég feitur. En ristar þetta ekkert? Þetta er bara eins og sómasamloka. Fáðu ykkur. Stóran bita. Hvað er remúlæg? Hvað er ángrið aðrið? Hvernig smakast?
Hvernig Ég smakar? veit ekki hvað ég er að borða. Ég er ekki svona búin að mynda með árið það. Og að því ég veit ekki hvað þetta þá langar mig að kúast einhvern veginn. Já, þetta er ekkert hættulegt. Þú veist, þetta er ekkert... Þetta er steiktur laukur. Já. Þetta er laukur. Steiktur laukur. Hárrétt. Þess að ég hugsa að ég er remóla. Er þetta remóla? Nei. Steiktur laukur. Og besta sósa landsins. Sem er hver? Það er majónes. Grammetsósa. Grænmetsósa. Steiktur laukur og grammetsósa. Þetta er ógeðslegt. Nei, hvað er að þér? Nei, þetta er ógeðslegt, í alveg. Akkur ertu að láta svona við mig núna? Nei, ég er ekki að láta neitt, ég er bara að segja það sannleikan, þetta er ekki gott. Sko. Í alveg? Þetta er ekki gott, Eyþór. Ég borðaði þetta mjög mikið í æsku. Hvað finnst þér? Ég hef búin að taka mér náttúrulega bita þessu. Æ, þú veist, ok. Borðið það daglega? Ég get ekki borðað það. Ef ég myndi opna veitingastað með þessu. Þetta er fáránlegt, Eyþór. Er það? Er það? Já. Eyþór, þú varst að segja mér að væri matgæð. Þú er bara svona, Fáðu þeir á miðjunni, það er best, ekki með skorpu, skilur. Og ég tók annan bita þessu? Já. Þetta er frískandi. Nei, þetta er ógeðslegt. Hvað er að ykkur? Þetta... Þú finnir það bara laukbragð. En mér finnst þetta geðveikt, takk fyrir að koma með. Mér finnst þetta bara... Þetta er líka, þú veist, þetta er svona sem maður hendi bara í, þú veist. Þetta er svo auðvelt í framkvæmt, skelli bara sósu, lauk, loka brauðinu. Ok. Ég með 2 spurningar fyrir þig. En steiktur laukur, sorry, fyrirgefðu. Hann er ekki harður, steiktur laukur. Hann er það, þú veist, þetta er bara búið að vera að það í... Nei, rólegur. Það var ekki viss. Þess að ég held að þetta var remóla. Ég bara að þetta er mjúkur laukur. Já, sorry, hvað er það að segja? segja? Hann er alltaf búin að liggja í sósunni í svona 1,5 tíma, bara þú veist, áður en... Ok, fyrsta spurninga er, færður þetta reglulega? Nei, ekki í dag. Ég fekk mér þetta mjög reglulega. Já, hvernig hættur að borða þetta? Ég veit sér svona 20. Svona 20? Já, ok. Þetta er mesta svona, hvað er til heima? Það er til steiktur laukur og grænmetisósa. Ég held í bara í, þú veist, það er klálega ástæðan fyrir þú bjóst til þennan rétt. Á sínum tíma? Já. Gæti verið, já. Bara, það var ekkert annað til, þannig ég ætla bara að gera brauð úr einhverju. En þetta virkar, skilur við? Nei. Hvað gefið þessi einhvern? Mér bara, sko, ég get ekki gefið þessi einhvern af því að ég var sjálfur með svona samlokur þegar ég var krakki, skilur. Það var bara tómatsósa og ostur og inn í örbylgjuna. Seasonal. Það voru sumir sem gerði það, ég vissi ekki þeim leik. Nei, og það voru aðrir sem hendur sem er inn í svona toaster skilur. Það var ennþá, ég bara eitthvað örbylgjó. Ég er búin að gleyma þessu. Brauð, sko, svo kynntist ég nýjum leik þegar ég kynntist konu minni að hún var í, sko, ég var alltaf í þessu seasonal og osturinn í örbylgjó. Svo þá var það pulsubrauð og seasonal inn í örbylgjó. Og ekkert að opna það neitt, bara setur ostinu ofan á. Er hún líka frá Eyrarbakka? Nei, ok. Hver ekki þið? Já. Og það var eiginlega betra. Borðaði þú þetta ekki það? Nei. Hæ? Þú segir, hvernig, sko, ég er ennþá lost að þú segir með pulsubrauði, þú opnar ekki pulsubrauði. Nei. Setur ostin ofan á. Já. Og seasonal. Já. Og gerir eitthvað, opnar aldrei pulsubrauði. Nei. Það er bara óþarf handtök, skilur. Mér finnst þú að brjóta ykkur reglur. Þetta er svona never let them know your next move. Ég er svo þarna, sko, hérna erum við í svona óvinnsala skoðanir. Ég held til dæmis að vera mjög áhugavert að þú tækir mig einhvern veginn með þér í svona smakk. Já. Af því að þú veist, ég sko virði engar reglur þegar ég kemur mat. Nei. Ég borða mjög takmarkað. Ég er alltaf tilbúin til að smakka. Ok. Til dæmis engin fiskur, einn fyrir mína varir. Engin fiskur? Nei, bara helst engin. Ok. Svínakjöt, nei. Nei. Kjúklingur, það þarf að vera mjög sérstakt. Ok. Ég þarf að hafa hort á einhvern eldan og svona, sko. Ég er mjög spes með þetta, sko. Já. Heill kjúklingur, það er sick, sko. Kjúklingavangir, það er sick. Það er ógeðslegt, sko. Þú veist, að býta í þetta og horfa bara á, þú veist, fjólubláar æðar eða hvað sem þetta er, sko, þetta er sick. Þetta er sick. Nei, alveg, sko. Þú veist, pasta er bara nóg fyrir mig, sko. Það er bara pasta? Já. Með einhverju syngu? Nei. Besti pastaréttur sem þið geti gert. Nú ætla ég að kenna ykkur svolítið. Ok. Vá, kemur önnur óvinnsal skoður núna. Það er pastaréttur sem að, þið sjóðið pasta. Setið salt og svona, skiljið, þið kunni alveg svo að pasta. Já. Og síðan það er sósan sem er triksið, sko. Í steiki, smjörsteiki, rauðlauk,
papriku og sveppi. Ok. Síðan setji út í þetta smjörost, paprikusmjörost og villisveppaost eða mexíkoost, þú ræður, svona stiftan. Okay. Leifir því að bráðna, setja svo rjóma yfir, þá verður þetta sósa, svo setur bara pasta út í og þetta to die for. Já, ég trúi því að smakka þér daginn. Já, þetta fucking gott. Já, ekki? Þetta Ég ekki bara í brauði með grænmetissaus og lauk, sko. Má ég spyrja einu, gerir þú eitthvað tíma rétt? Er það ekki bara þetta minn réttur. Ég kom með hann á heimili. Nei, bara árásur á mig. Reiður. Ég með hot take þá, fyrir ykkur. Ávextir ekki heima í salati. Aha! Já, ég vil ekki fá salat á bara ekki vera til. Eða jarðaber eða neitt í salatið mitt. Já, salat á bara ekki vera til. En við eliminatum það vandamál. Þá þurfum við ekki. Nei. Jú, gott salat getur verið mjög gott. Hvað meinar þú samt? Af hverju viltu ekki... Mér finnst það bara eyðilega. Ég vil bara salatið mitt bragðist eins og salat og það á ekki að vera eitthvað svona sætt. Bara svona mold. Nei, ég fíla nefnilega svona salatsblöndur, skilur, og svona pínu, þú veist, fetaostur, já, tómatar, já, það ekki fellur undir ávexti? Tómatar? Já, þetta grænmeti. Já, eru það ekki ávexti sem eru svona grænmeti? Já, jú, ég vil ekki neinn ber, ég vil ekki mango og ég vil ekki epli í salatum. Það setji, eða appelsín. En mandarinu? Setji línuna, nei. Ég held að það sé mjög gott. Já, í þarna setji ég línuna, sko. Ég heyrði mjög gott trikk sem daginn. Að vera með hambúrgara, setja eplast neðar á hann. Ég heyrði að það væri það var eitthvað ferskefli þá, já. Með krönsinu. Já. Svona skerð bara í sneiðar. Það væri bara rugglat. Ég ætlaði að prófa það næst í fengi mér hamburger. Já, það getur alveg trillt. Já, það er með, sorry, alltaf. Annað hot take? Nei, bara skemmtilegan hamburger sem þú þarft að prófa. En þú veist, þegar þú færi salat, hvað myndir þú fá? Hvað hefur þú borðað mikið? Veistu hvað ég meina? Af því að fattar mig hvað hefur borðað bara svona yfir höfuð er það að telja réttina ég með þetta loka ég með Excel-skjal það? Já, svo bara kem ég heim bara í dag borðaði ég þetta og svo sé ég hversu oft ég er búin að ég var óslega til að vera þessi manneskja vera skipulaðari en þetta er kannski svona meira bara svona kronikli skipulaðari þetta er alveg reynmenndæmi já, þetta er svona reynmenndæmi að vera það myndi mun allt já, trú en sko, þú sagðir ég meit hamburger sem þú verður að prófa út frá því að hann var að tala um epli hamburgera það er svona væld dæmi að geta bara hent í það já bara ég meit sambarlegan sem ég smakaði daginn fekk mér eitt sambarlegan daginn þetta byrju hann er out there sko hann er out there komdu með hann tekur venjulega hamburgera setja ykkur grást ertu það þær? Já mér finnst hann fín og síðan tekur svona heila skífu af ananas ananas er trill úr dós úr dós, bara svona einu svona rönd og þetta, þú ert að á grillinu, skilju, þá setur þú gráðost, ananas meiri þess að hendu ananas maður á grilli fyrst leða honum fá línuðar í sig hendur hann síðan hún á, síðan lokar og þetta er geðvegt mér finnst þetta mjög og hvað svo, bara hambúrgarsós? Síðan bara hambúrgarsós það er svolítið þetta er fucking gott, sko, ég smakka svona hambúrgara það er svona sambarilega sko grillar ananas það er trillt mér finnst ananas sko eitt af besta sem ég fæ sko. Ég fæ mér alltaf sjaldan því það er bara svo mikið vesen þú veist, þá er ég að tala um vesen þú veist þessi feskur ananas já. Ég er ekki dósunum að fá mér hring nei ég veist það ekki södra á safanum og horfa á YouTube ég finnst einhvern veginn allt sem er í dós ógeðslegt já, ég skil hvað meinar ég var að vinna einu sinni á einum stað hérna nýri í sveit og það var alltaf mjög oft fiskbúðingur í dós já, það er örgulega það besta sem að til held ég sko ég fóri ekki að fara að leggja ég fekk bara síðan sér á krakki og ég er ennþá með margt já, þetta er bara, maður sá sko þegar maður búin að taka hann úr dósinni þá sá maður svona bláar litla plastfilmur í fisknum hann kom í einhver svona plasti já þetta var ekki læg sko. Þú veist, þetta er bara mikroplast bara sérð mikroplasti ekki læg
Já, og þetta bleika fiskibúðingar í dós hann að dæmi það líka. Já, fiskibólur í bleikri. Já, þetta er svona, ég læt það eiga sig. Ég lifði á fiskibólum í dós. Já, líka típiskur að lifa á fiskibólum í dós. Já, 1944, sérst á mér. Fiskibólur í dós. Þetta er bara því að mamma er fluffræða. Já, sko, ég var líka á 1944, sko. Já. Já. Mamma er fluffræða? Nei. Fuck. En er mamma mikið fjárverandi? Nei. Að fjölskyldaði mikið fjárverandi? Varstu mikið að bara 1944? Varstu mikið að, var kvöldmaturinn stundum bara 1944 og kannski bara eitthvað keks? Og bara einn heima, bara. Já, bara einn heima. og vatn. Nei, þetta var meira svona, í mínu upplifun var þessi bara, hei, ég fór að fá okkur 1944 í kvöld og við bara, já. Hamingjusöm! Já. Hvað er eitthvað go to 1934? Lasagna, allan daginn. Lasagna? Já. Ég hef aldrei smakkað. Gaur. Mér finnst þannig að litlu hakkbólur. Þá hefur ekki lifað. Þær eru fáralega. Hakkbólunar, stelpötu mínar, svona, þú veist, þegar maður er latur, sko, þá vilja þær fá kjötbólunar. Já. Með grænubönunum og kartöflumúsinni. Og gulrótum ekki. Ekki svona gulrótabita líka. Nei, ekki allavega þessi sem ég er þetta. Nei. Það er bara ekki rétt þér. Það er bara ekki rétt. Nei, mér finnst sko þegar ég fæ mér að borða, sem er mjög sjaldan, þá finnst mér alltaf best að gera bara svona quick and easy, eins og þið sjáu þannig í samlokunni, skilur. Já, bara quick, easy, gott. Já. Og vont. Þú veist. Ég veit hvað meinar, Eyþór. Quick, easy, gott. Quick, easy. Ertu með eitthvað annað það? Leinir á þér? Ertu með, þú veist? Ég er með alls konar svona rétti, sko. Já, blessaði verð. Droppaði einu, bara svona, þú veist, þetta er líka að því að nú er fólki heima að hlusta, skilur. Einu bara beint. Og það er bara eitthvað, kannski gera þetta á eftir. Ok, tortilla með grænmetisósu og osti. Já. That's it. Nei. Jú. Hvað ætlar að bjóða fjölskyldunum upp á þetta? Nei, ég fæ mér þetta. Þú færði þetta? Það er málið með því og grænmetisósu. Besta sósan. Alltaf grænmetisósa. Já, eins og sér það á mér. Hérst að það var í hól. Ég ætti... Já, þetta er grænmeti á þessu. Minna, þetta er grænmeti á sósunni, þannig að þetta lítur úr hól. Fenn bara nóg henni og slæði grænmeti. Já, ég minna, veist. Það er langt besta sósan. Bara, þú veist, ég ætti náttúrulega að vera sponsaðar af E. Finnsson. Já. Ég noti þetta það mikið. Ég meina það er pláss á hillunum. Ég heiti líka Eyþór Finnsson. Já. Þú ert Eyþór Finnsson. Þannig að ég er því, þú veist, bara ef þið viljið mig, þá er ég hér. Já. Haldi, þú veist, það væri svo sterkt maður að fá því sem andlit. Skilur, á öllum pökkunum. Teiknaður. Og bústið andlit. Bústa glaður. Svo sósu kverkunum. En Adam, eldar þú eitthvað tíma sjálfur? Þú veist, ertu eitthvað tíma Já, þú ert greinlega ekki að fylgjast með mér á samfélagsmiðlum. Þú ert ekkert að elda. Sko, einu sögunda sem þú erum að segja, 1944 fyrir krakkana og þið. Já. Og svo ertu bara út að borða. Og sardínur. Nei, sko, mér veist ekki sko, allt sem þú ert að gera á samfélagsmiðlum, ég teka ekki með inn í myndina því að þú ert að elda fyrir samfélagsmiðla, ekki fyrir sjálfa. Ertu eitthvað tíma að elda og ert bara eitthvað, þetta er fyrir mig og börnin mín. Já, hverju einastu kvöldi. Kjaftæði. Ég elda öll kvöld. Já, ég elda alltaf. Ég nýt mín, ég elska að elda. Það, þú veist, til að skipta heimilisverkunum, þá tek ég þetta alltaf á mig, skilur. Ég skal elda. Og ég skal pæli hvað á að vera kvöldmat, spyr Ástósu, minnst það ekki hugmyndum, hún segir nei, ég ætla að fá þetta og þessi, ok. Og hún stjórnar því svolítið. Það er matinn. Tekur ekki slægin? Nei, ég tek ekki slægin, en ég elda. En ertu lasagna kall? Ég kann ekki, ég hef aldrei búið til lasagna. Það er eitt sem að ég á eftir að bucketlistanum mín. Ok, hvað sagðir þú? Það er fucking erfitt að búið til lasagna. Jú. Hvað meinar þú? Það er fucking erfitt. Það er eins og búið til núðlur, sko. Nei. Herri, þú steikir hakk, kryddar hakkið og auðvitað og svona, og setur eitthvað út í það. Síðan skellir þú í eldfast setur hann að plötunar yfir, síðan setur aftur hakk, aftur plötunar og ost. Þarf þetta ekki að bleita plötunar eða eitthvað svolítið? Þetta er ekkert svona einfalt. Nei, það er blotna náttúrulega í hakkinu. Já, og þegar þú gerir hakkið, er ekki allt gúmulaðið í því? Jú. Það skerður niður að, allt gúmulaðið og steikið. Ég set kvotasöl í lasagna. Já, það er fólk sem gerir það. Það er mjög gott. Það er good stuff. Og sko, lasagna án þess að hafa rjóma, hafið smakað lasagna með mjólk.
Nei. Hvar kemur rjóminn eða mjölkin inn í lasagne? Þú veist, út í hakkið. Út í hakkið? Já. Þetta bara svolítið sniðugt. Ég bara tekið nót sér, ég að fara að gera þetta, sko. Já, þú veist, nótaði bara niður það sem ég að segja. Ég vissi ekki að vera svo mikið matakur. Ég svolítið matakur, þú veist. Ég meina, mér finnst mjög erfitt að sjá samlokund að liggja þarna, sko. Mér finnst það ríkalega erfitt, sko. Ég bjóð þetta til. Ég veit að þú bjóð þetta til og ég ætla bara að taka minna með mér heim. Ég var að bóla það. Leðu krökkunum að smakka. Já, ég ætla að lefa krökkunum að smakka. Bara þegar þú smakkar getur ekki hægt. Já. Ok, hvað er þetta elda? Ég kláraði þessa spurningu eftir að þú ert einn og yfirgefin, eða ekki yfirgefin. Hvað, veist, ástráðsan, þú veist? Nei, sko, ég bara, þú veist, á alls konar rétti. Alls konar. Ég get gert gott byrjatakó, ég var að eigna svona hægsuðupott, þannig að ég hensundi bara einhverju gúmulaði það og leiði því bara að malla og þá var allir komið bara einhverju rifið kjöt og... Nei, ekki svona súvi. Þetta er svona... Ekki súmi? Súvi. Ertu ekki það svona? Súvi. Ég held að vera súmi. Súmi. Já, ég var búin að skrifa bita hérna eitthvað, ég elska ítalska mat súmi. Súvi? Er ég að rugla? Súvi? Það sem setur svona hitar í vatn og svona, já, er súvi. Súvi var í súmi? Já. Já, nei. Nei, það er ekki þannig, það er reyndar svona, þú veist, svona pressure cooker, þannig að þú setur kjötið í og það verður svona hægaldast og svona rifnar allt, þetta eftir sundur, skilur. Það er mjög sniðugt. Já, síðan ger ég ógeðslega mikið af mjög góðum pastaréttum og kjötréttum og það skiptir ekki máli hvað það er. Síðan þegar sólin kemur, þá fer ég á Everger, auglýsing, grillið mitt. Já. Fekk að gefa sér fyrir að ég það Everger. Og mælur með því? Ég gríðalega sem ég mælir með því. Nice. Er það fjarabrennara? Þetta er fjarabrennara og þetta er sko ógeðslega flott. Þetta er svona eins og listaverk á sölunniðin. Sko. Það er svolítið. Þetta er mjög fallegt. Takk fyrir Everger grillið mitt. En já, þá, þú veist, ég get gert það. Nema lasagna, greinilega, því ég hef ekki gert það. Þá getur ekki sagt neymit, ég get gert það. Ég gæti alveg gert það. Já, þú getur það. Þið getið það báðir. Já. Þú getur allt sem þú ætlar í. Já, veist, ég veit það. Eins lengi þú gefur allt sem þú átt. Já, nákvæmlega. Hérna, klálega. Nei, hérna, sko, sko, ég er smá stressaður með að spyrja út í þetta, sko. En þú veist, af því að þú náttúrulega áttir að stay in your lane og vera módel bara, að mínum að því. Já. Ég byrja að setja í lóna. Svona, það er eitt svona gett áhugavert. Ég er búin að vera að reyna að rannsaka það aðeins. Já. Og þú veist, elite models. Þú tekur þátt ykkur í keppni. Já. Nei. Hvað munur? Það var aldrei keppni. Var þetta ekki keppni? Nei. Hvað munur var þetta ekki keppni? Þetta var bara hvernig fór til Indlands. Já, þá var það basically þannig að ég var hjá Eskimo Models eða Elite, ég manna ekki og síðan bara hringti ég bara, heyr, það er hérna einhver gæi frá Indlandi sem að þetta flett upp ok, já, Elite, já, takk fyrir hérna, einhver maður hérna frá Indlandi að gera eitthvað að leita eitthvað verkefni inn í Íslandi, værið til ég að koma svo að geti séð þig og þá mæti ég bara, og það mæti þetta eitthvað fólki og bara heilsa hann og hann eitthvað tók eitthvað myndir af mér og eitthvað svo leis og þetta var bókstaflega annað giggi mitt eða eitthvað, mótilgiggi mitt þegar ég fyrir að hitta hann og síðan fyrir bara heim og síðan kvöldið fæ ég símtalið bara, heyrðu, hann vill fá þig til Indlands hann vill að þú komir og vinni fyrir sína stofu á Indlandi. Er það ekkert skrítið? Mér fannst þetta mjög skrítið en mér fannst þetta líka mjög spennandi. En síðan líka er þetta greinlega sem að fólk gerir, skilur, bara fyrirsætur, þau bara ferðast heiminn og búa bara í einhverju svona íbúð með öðrum fyrirsætum og þau vinna bara fyrir svona casting agency. Ok, skilðið og ég sé þig. Ég meina pælingu bara svona eitt sem ég er að pæli. Margrét, já. Hérna er þú. Segðu, hvernig lítill. Er þetta ekki bara einhver AI-mynd? Nei, þetta er passamynd, fældi því. Er þetta passamynd? Þetta er passamynd minn. Ég er ekki að ljúga, ég tók þessa passamynd og þegar ég átti mynd og ég bara, já. Hvað meinar? Sendi þessa. Hvað meinar þetta passamynd? Já, þetta var passamynd minn. Það er rosalega. Já, ég veit það. Ég myndi aldrei fá svona gigg á passamyndum minn. Ekki fræðilegu möguleiki. Ok, nei, sko, en ég fór samt að skoða. Ég var ekki, ok, wow, hann fór til Indlands. Ég rámaði, þú varst að segja mér frá því þegar við vorum í glutes æfingu. Já. Hérna,
og ég fór að reyna að finna eitthvað info þig í Indlandi. Já. Það bara ekkert. Nei. Þannig að segðu mig nú. Satt. Já. Hvað í fokkanum varst að gera í Indlandi? Af því að þú veist, alveg satt. Ef þú ert módel, Adam, og það verið að taka myndir að þér. Af hverju ekki documentation? Af hverju ekki tilneitt frá þér? Skoðaðu Facebookið mitt? Ég skoðaði ekki Facebookið þitt. Nei. En ég googlaði þig. Já. Og ég fór alveg djúpt alveg síðan 9. Nei, sko, veistu hvað, það var nefnilega, ef þú hefði googlað mig fyrir akkurat svona 10 árin síðan, skilur, því ég var nýkomin heim, þá myndur þú sjá mestu cringe mynd sem til af mér, sko. Ok. Og ég bara, því ég var að googla með hana á þessum tíma og ég fór og skoði mynda, bara hvað kemur upp og þá kom þessi mynd og ég bara, holy fuck, þetta ekki mynd sem ég vil hafa, sem var svona, það hefði verið fyrsta sönnunin, skilur, að ég hefði verið að núti. Já, ok. Og þessi myndi farin af internetinu. Já. Þannig að það ekki fara að leita fólk á neinum myndum núna. Hvað er það að fiska í honum, Milla? Þannig að gera eitthvað... Ég bara, hvað varst að gera? Nei, ég bara efins. Já, varstu á Índlandi? Eða, varstu, sko. Eða hvað varstu? Þetta hljómar eins og svona eitthvað fullkomin saga. Ég fer til Indland, svo ég módel þar í mörg ár. Og hvað slengi? Þar kynntist í móður. 1 ár. Já. Og þar, þú veist, einhvern veginn, hverfuru, ferði í skuggan einhvern veginn og kemur síðan tilbaka. Já. Og tekur my lane. Já. Þannig að ég að pæla hvort þetta hafi verið eitthvað svona önnur pæling á baki, skilur, þú veist, varstu í einhvern skólana, ertu að fela eitthvað, varstu að vinna fyrir CIA, var þið rænt, skiluru, þú veist, ertu sami gaurinn og fór út, skiluru mig, þú veist, þetta var þeir skipt út? Af því að þú veist, málið Adam sem ég þekkti fyrir Indland, þekkti ekki neitt. Nei. Bara vinur á Facebook. Held ég. Þú ert að búa til samsæðiskenningu í beinni? Ég bara pæli í þessu. Finnst það geðveikt? Ég bara pæla, Adam sem fór út, sem ég þekkti í körfubolta, sem var svona myndalur og passamynd, fer út, annar maður tilbaka. Og þú líka, to be honest, ef við tökum þessa mynd hérna, frekar ólíku sér, sko. Frekar ólíku þér. Þannig þú ert að segja að Adam sem þú þekktir í körfuboltanum sé bara... Það þessi hérna gæi. Hann út í Indlandi núna. Ég að pæli því, sko. Ok. Hvort að þetta sé eitthvað svona samfélagsmiðla tengt kjaftaði. Varst á föstu þannig? Strákar, þið ekki að fara að gefa þennan þátt út. Ég var að fara að segja ykkur svolítið núna. Þetta svo góð spurning að þú, varst á föstu þarna? Nei, ég var ekki fyrst. Nei, þannig að þú veist ekki að flýja neitt. Nei, sko, ég átti kæristu þegar ég fór út frá Bandaríkjunum, af því að undan því þá var ég í Bandaríkjunum og ég Það er eitthvað. Og síðan fer ég út, skilu, og þá voru búin að vera í fjarsambandi í 2 ár eða eitthvað, síðan fer ég út eftir það og þá var bara þá hættu við saman meðan ég var í Íslandi, sko. En ég er ekki með marga minningar hvað gerðist eftir á Indlandi og hvað gerist áður en ég fór til Indlands. Ég eiginlega man ekki neitt. Ok. Það hjálpar. Þú veist að við erum gamli rannsóknarpodcast menn, sko. Já. Fyrir Hugo. Þið fundu út í því. Þið viss að skilur. Hvar er Adam? Ég var að fara að leita í 1,3 milljarðar. Leitin að Adam. Leitin upprununum. Fyrir Indlands að leita Adam með þessa mynd. Já. Looking for this guy. Já. Have you seen him? Allir bara, nobody's very handsome. Já, who is this? Jafnvel að hafa hann alltaf með My little brother. Nei, en skilur ég er það skemmtileg pæling, já. Ég er eiginlega alls saman. Þú ert ekki líkur sem gaur sem er á síðunni, sko. Nei. Þetta er náttúrulega eldri, veist. Já, eldri, lónari. Hvenær byrjuðu með Ástrós? Ástrós. Manst ekki? Hann var glafinn, löggan kom á staðinn. Já. Hvað segir sem? Hún heiti Ástrós. Við erum búin að vera saman í 5 ára. Er þetta svona ykkar lag? Nei, veistu, þetta er ekki okkar lag. Það er ekkert að stunda kynlífi í þessu lagi, vissur það? Nei. Það er bara ekki rétt hér, bæði mig, en ok. Nei, ég veit það ekki. Setur þú eitthvað nota lag og byrja að stunda kynlífi? Nei. Það er líka erfitt lag til að stunda kynlífi. Það? Hann var týndur
þetta og Bubbi gaf út 2 lög Já. sem ekki hægt að stunda kynlíf yfir. Núna 3. Bara back to back. Já. Með Krispindaxin. Þú getur ekki stunda kynlíf yfir því. Það ekki hægt að stunda kynlíf yfir komin heim. Ekki tárin falla hægt. Nei. Og ekki ástrós. Þú veist, það er hana hvað heitir þetta? Serbnesk ég er fíblið, ég er heimskingi, ég er dauðinn og djöfullinn heimskingi. Já. Hann er skýndlið, tárin falla hægt. Þú veist, það myndi aldrei ganga upp í kynlífi. Nei, það gengur ekki, sko. Jú, fyrir marga samt. Já, trú, það eru margir. Það eru, þú veist, bindum mig niður og stíða púkin á mér og ég er fíbl og auðmiki. Breyta textunum, skilur við. Nei, sami texti. Þú mátt binda mig, ég er fíblið þitt, ég er auðmikinn, djöfullinn og ég er fíblið. Já, það er endar trú. BDSM samfélagi myndi alveg trillast yfir. Veistu hvað það er örugglega eitthvað fólk sem spilar þetta? Já. Nei, ég trúi ekki. En haldið þessi... Hann var látin lög. Það er ekki lagi. Nei, hérna en... Það er pínu vælt. Og hún heitir Ástrós. Ég er bara að hugsa nú hvort að Ástrós sé til. Já, hún er alveg til. Hún er til. En þú veist, hún var mér raunveruleika þátt. Hún var til. Já, hún er til. En það er alveg spurning hvort að þetta sé sami Adam og fór út Lindland. En nákvæmlega. Nei, ég er ekki samar sem ég fór þangað og kom heim. Veitu hvað sagt ykkur það? Nei, já. En þessar samsæðiskenningar, þetta eru skemmtilegar, en ég get ekki svarað öllum spurningunum þínum. Að þú manst ekki neitt? Ég man ekki neitt. Það styrkir samsæðiskenningur. Virkilega mikið, sko. Virkilega mikið. Nei, við erum að skoða þetta. Hérna, já, myndir bara mannakjöt, já, við erum búin að fá það hreint. Það eru ekkert sem bara joll. Já. Það? Já. Góð maður. Ég fæ mér oft pulsur. Já, nice. Er Jolli bara til hann? Hann er eins og við. Ég er eins og þið. Gaur, það er bara eins og við. Já. Nei, en já, þú ert með þetta Lionsmynd, Emi. Herri, já, Lionsmynd. Takk fyrir að spyrja. Já, ég er bara svo að henda sig þetta borðið. Þetta er Lionsmynd. Þetta er kraftaverka stöf, sko. Ég er búin að reyna að fá, þú veist, ég er búin að reyna að fá hjá þér svona dæmi að því ég ætla ekki að borga, ég er náttúrulega áhrifavaldur. Já. Var ég ekki búin að láta það fá svo? Nei, þú ætlaði alltaf að gera það, en síðan... Ok, ég er nefnilega með 2 pakka fyrir Eyþór. Ég skal bara... Ég held ég var búin að láta það fá. Fuck, ok. Já, þannig að ég læti bara fá. En hvað er þetta? Lionsmane, þetta er, sko í grunninn þá er þetta sveppur sem hjálpar taugakerfinu í líkamanum, hjálpar taugafrumunum að vaksa og styrkjast og dafnast. Er þetta bara flúðasveppur sem þú ræktar það? Nei, þetta heitir Lionsmane sveppur og hann er rosalega spes. Lítur og hann er mjög skemmtilegur í útliti. Er hann ekki svolítið líkur á hann að... Jamie, can you look it up? Er hann ekki svolítið líkur á að Last of Us sveppnum með? Nei, hann er ekki, það er annað sem heitir Cordyceps sem er byggður af Last of Us sveppnum. En Lionsmane sveppurinn, hann lítur svona út. Þetta er eins og já, fólk hefur með mismöndi skoðanir, sko, einhver sagði þetta lítið sem svona rollað aftan. Sem ég sé, sko. Ég sé 5 svona litla tröllálfa einhverja með hár. Svona litla púka. Já, svona púka. Já. En þessi sveppur er rosalega góður fyrir hausunar. Fyrir fólk sem að, þú veist, eins og til dæmis eins og með heilaþoku eða vægt ADHD eins og ég er með og hvað að segja, og bara minni og munanöfn og alls konar, skilur. Það er svona það sem það hjálpa með í hausnum. Fókus, einbeitingin. Læsast inn. Já, lokkin. Þið læsast rosalega, takk ég þetta. Þetta er trillt. Er þetta það sem þú ert að gera North Tropics og þetta er fyrsta íslenska ræktunin þannig að þetta er íslenskt vatn, íslenskt súrefni þú veist sem að við er okkar svona sérstæða á þessu markaði, því flesta af þessu er ræktað í Kína það sem að yfirborðsvatn er notað í ræktun á sveppum sem er bara vísindalega sannað og syngt. Það er viðbjóður. Við erum íslenska vatni. Þetta er pure og þetta er líka eitt að lokum með þetta, þá erum við bara að nota sveppaldi sjálft. Já. Ekki fyllefni sem þetta var rækt þetta í sem því að þetta er ótrúlega hrein vara. Þannig að ég var að láta einn gamlan rafvirkja fá svona pakka daginn og hann fekk heilablóðfall þegar hann var 43 eða 44 mjög ungur þegar hann færði dag hann er að verða 70-aldri og hann var alltaf átt mjög erfitt með að muna nöfn eftir heilablóðfalli og svona mikið utavissi og hann kom til minn daginn og sagði, herri, ég verði að fá annan pakka hér og sem sagði mér, herri,
veistu hvað, ég man nafn fyrst að það er svona eitt, skilur, ég man nafn sem var svona stórt fyrir hana, þetta er greinilega verið eitthvað sem hann hefur verið að Hvar fæ ég þetta út í búð? Heyrðu, þið getið fengið þetta á northtropics.is eða við erum á mjög öðrum fáumstöðum, við erum í Apótekinu á Efstaleiti og við erum hjá Seiðkallinum gamli góði og eða í Kólaportinu, þá er það Biohack Corner sem er þar líka. Er þetta eitt tilkjá dag eða? 2 á dag, en byrjaðu einu af því þú ert að taka þetta fyrstskipti og tegðu bara hans bakkan út, byrjaðu einu af því að fólk hefur líka við mismöndi viðbröð, skilur. Ég er samt svona kall, ég fyrir það fyrir ykkur í 4. Byrjaðu einu að því að síðan fyrir 2 af því að það er svo mikið, þetta er svo kröftugt að því að síðan ég komin í 4. Þú ert í 4? Ég er í 4. Já, ok. Þú ferð þangað. Já. Ekki fyrsta bakka. Þá fer hann í, þú veist, 8. En ef ég myndi fá mér bara, ef ég myndi klára pakkan af þessu. Já. Bara að vinna Yrði ég bara Marvel thinking? Yrði ég eins og Wanda eða eitthvað svona? Já, WandaVision. WandaVision. Já, við getum orðað henni og þú kannski fengið svolítið mikið niðurgang líka. Hafið þið prófað að rannsaka það? Hvað gerist þú tökum þetta allt? Já, þú er bara færð bara magan, skilu þetta er þið vitið ekki, kannski færðu WandaVisions kannski en þetta er sann sko líka bara svo sér hreinu, skilu, eins og þetta með svona flestlið, þetta er ekki eitthvað svona kraftverkadæmi, skilu, það gerist ekki á einni nóttu, þetta byggist hægt upp og þú finnur mest áhrifun á 3. mánuð sko. Ég er nefnilega, sko, mér finnst sveppir það er eitthvað annað sem er bara töfrar. Já. Það heitir bara, það er eitthvað sem kallar bara töfrar. Já, okay. Alveg sama hvaða sveppir eru, sko. Ég lendi inn í, var ekki maður að segja þér það? Þú ert svona sveppabjör. Þú tókst töfrasveppi? Nei, ekki það. Ég fekk bílaslega sveppasýningu í Raskati einu sinni, bara alveg hérna fyrir, ég held að það sé fyrir, er ekki fyrir 2 mínútur? Þegar við byrjuðum með ákveði glaður, þá var ég að díla við fáralega sveppasýningu. Veit þetta ekki hvað sem ekki töfrasveppir það eru, sko? Nei, en það var svona magnað. Þeir lokuðu Raskatinu mín. Bara gjössamlega lokuðu. Það var bara vesen. Það var ángríns bara issue. Leita út eins og þarna á myndinni. Sko, ég triggeraðist pínu við að sjá það. En þú veist, en það var alveg svona sveppasýking dauðan, sko. Ég þurfti að taka, ég náði ekki að kúka. Nei. Eða þú veist, ég gat alveg kúkað. Það bara var svo vont. Skiljiði mig. Og og það sem gerist er að, sko, þú veist, ég kúkaði ekki í alveg 6 daga. 6 dagar. Það er mjög langur tími. Já. Þannig endaði með ég þurfti að sko rífa dæmið. Það er nú svona og ég þurfti að stinga svona sem er svona spurtu hvort að Lionsmenni sé ekki bara málið, þú veist, þetta er bara bull, sko. Nei, en þú veist, ég bara að segja ég var aldrei búin að segja það frá þessu. Nei, þetta er skemmt. Þú hefði ekki sagt honum þetta áðan eftir þá. Já, en þetta bara myndi mig á það. Ekki sveppaframleiðslu. Ég myndi bara stoppa þér. Þú varst eiginlega í alveg góður sveppaframleiðslu. Já, nefnilega massífri. Og ég fór líka að hugsa, þú veist, síðan fór ég að googla þetta sjálfur. Þú veist, þegar ég lendi í þessum hremmingum sem voru sveppasýkingin. Hvað í fjandanum er í gangi, þú veist, hvað eru sveppir? Og ég fór að googla bara, wow, ok, sveppir eru bara dauðir hlutir. Veistu það ekki? Nei. Jú. Nei, sveppir í það lífi, sko. Nei, ég veit að þeir eru lifandi, þeir eru líf úr dauðum hlutum. Þeir eru basically það ekki bara á lasta þeir brjóta niður dauða hluti og koma þið aftur inn í kerfið. Þannig að ég fór að hugsa, þú veist, er þetta að því ég skeini mér of illa, skiljið mig? Það er það sem ég fór að hugsa. Hvernig ræktu þetta? Já, hvernig farið það því? Já, hvernig ræktu þetta? Já, við skulum hoppa yfir það. Þetta var gott segment. Þetta er, við ræktum þetta á Völlanum í Hafnarfirði. Gaur! Let's go! Ég er það. Já. Nice. Og þetta er bara langur og flókin prósess, skilur. Hvað er hitastig? Það þarf að vera eitthvað svona hitastig. Já, það þarf að vera rétt. Sko, í grunninn erum við að reyna að líkja eftir sko, svona finnskum skógi að hausti til. Já. Svona, þú veist bara, það er dimmt og það er raki og svo kemur pínu sóljós inn á milli og svona hitastig og þetta er svona ímyndaðir vera þar. Þú er ekki fucking sexy inn í þessu herbíum. Nei, samt með hárnet og raki og fucking það er ekki að gera með hárnet hérna og hérna. Jú, hárnet, við erum oftast líka með bara svona grímur, skilur, svo sem ekki anda okkur öllu, spórs, skilur, sem er svona frjóinu sem kemur frá þessu, sko. Jú, í hvítusloppum.
með svona blátt utan á skóna. Já. En svona sveppur vex ekki í Íslandi? Nei, þetta vex nefnilega ekki. Þetta nefnilega vex úr ákveðinu svona harðvið sem að finnst ekki á Íslandi, sko. Tippinu mér. Hey, there you go. Gaurinn, sko. Fatið þetta? Þessi gaur. Þetta er gaurinn, sko. Þetta er gaurinn. Þetta er gaurinn. Hann er það, sko. Hart út. Hún er stendur. Harðviður. Já. Nei, ok. Ok. En já. Þetta er bara búin skemmtilegt. Northtropics.is og bara heimsending og læti. Heimsending og læti. Já. Og komið áskrift og fáið 20% afslátt og síðan fáið fría heimsendingu og 10% afslátt. Já. Þannig þú ætlar að fá almennilega eitthvað úr þessu. Ég er að spá, ég fáum bara 3 núna. Fáðu 3 núna. Pældi í þess að hvað þú ert ekkert staying in your lane. Þú ert í þessum bransa líka. Já, ég er út allt. Þetta er fucking mýrið. Ég er með puttana í öllu. Já. En hvað finnst þér Microdose sveppi? Er það eins? Nei, en sko það eru rosalega mikið af benefits sem að koma af því og þú fær þarna. Skilur, þú veist, þetta er að því að það sem Microdosin gerir líka, þú veist, það hjálpar við fólk sem að, þú veist, til dæmis að þunglindi og kvíða og svoleiðis, þetta hjálpar við það. Þetta hjálpar taugatengingunum í heilanum sem að Microdosin gerir líka, en það er alls konar annað sem að Microdosin gerir sem að ég er bara ekki búin að kynna mig nógu vel, sko. Já, hvað tókstu margar? Tók 8, svo pís. Tókstu 3? Nei, 2. Hann sagði þess að það byrja einni. Já, ég veit það. Já, mótrói. Hann gerir það saman. Hann gerir það saman. Það er bara heila máli. En takk fyrir komin að mig. Já, takk fyrir mig, strákar. Og takk fyrir gjöfina. Mikil heiður að fá að setja sinna með ykkur. Já. Og já, gaman Hvað er TikTokið? Gaman að tala um raskati þið. Hvað er þetta TikTok? Adam Helgason. Þar getið þið séð hvert þið ætla að fara, eða hvað þið ætla að fá. Já, það getið þið séð veitingastæði og það getið ákveðið hvert þið ætla að fara út að borða næst. Þú tekur mig með þér út að borða ekkert. Já, við fyrum að fáum okkur eitthvað gott. Samlókum. Tökum svona samlókum bara inn í eldhúsi. Nei, því Ingo er ofta að tala við mig og ég óspurðum að þú átt eitthvað followers. Já, það byggist upp. Ég veit að þið voru að tala um áhrifavaldadæmi í síðasta þætti. Það er svo búið að stækka síðan ég þurfti að klippa út úr síðasta þætti. Ég var að drullu í síðasta þætti. Mig? Ekki beint. Já, svona smá. Ekki beint að drullu. Ég var að segja að þú værir ekki með mikið af fylgjendum með við viewing. Já. Og það er alveg áhugavert. Hvað er málið með það? Einmitt. Hvað er málið með það? Nákvæmlega. Nei, TikTok, fólk er ekkert að fylgja mig á TikTok. Nei, samt núna. Ég tók eftir að núna er fólk byrjað að fylgja þér. Og þú veist, það er alveg, þannig að ég þurfti að gleypa sokkin, skilur við, eða hvað sem er, koka sokkin, hvað sem er. Já, dýpþróta sokkin, þú veist, ég þurfti að koka hann. Já. Sokkurinn var kokaður. Hvað er þú með marga fylgjendur? 11, nei, 12,5. 12,5. Ég kom með meira hann. Ha? Það er bara málið, sko, það er takk þannig að ég dílda þessu. Þú veist, ég dílda þessu segmenti bara út. Ég bara, ok. Hvað er þetta að fá hann hinga? Já, þú veist, hérna, akkur heldur að sé. Já, ég veit. Þú klippur þetta út þannig að þú ert bara lítur út fyrir að vera bara fíbl og einingi. Nei, hérna sko, hann er samt með pinnað, eiginlega eina ástæðan fyrir þessum followers hjá þér. Það er þessi 2 vídeó sem við gerum saman. Þau eru svo skemmtileg. Þau eru svo góð. Já, þau eru svo skemmtileg. Þetta var í alvörinni, þú þarft að gera einhvern sjónvarpsþátt. Nei, sko, ég hef alltaf hugsað, ef það væri sjónvarpsþáttur, þá, hérna, það var eitthvað svona duo, dynamic duo. Já. Við 2. Já, en það er ekki verið að gerast þú með þitt eigin thing going on right now. Já, bara staying in my lane, skilur. Já, og I'll stay in mine. Bara, þú veist, stay in your lane. Nei. Ég sjá bara til, ég gera það sem ég vil. Ok, ég líka. Ég get alveg líka farið að smakka mat. Það er ekki það flókið sem þú ert að gera. Nei, þetta podcast-dæmi, þetta er ekki bara easy peasy líka. Alls ekki. Eina ástæð fyrir að þú ert vinsæll er út myndalegur. Þannig að þú veist, það ekki bara, þú veist, ég meina, þetta er bara basic hjá þér, þú ert bara að fara og smakka mat, hérna, og kemur með þína skoðun. Ég er bara vinsæll, þetta var ekki fyndið. Nei. Búið. Já, þetta er búið. Takk hérlega fyrir komuna, maður. Takk fyrir komuna. Love you. Takk fyrir komuna, Adam. Já, þetta er erfiður. Það er satt gott að fá hann, þú veist. Það er alltaf bara þið eigið svo erfitt með að tala. Æ, blessaður. Já. Sjáumst. Já, sko, málið er að guðurinn er hérna, ég er bara að læra það að vera með, þú veist, ég nenni ekki að vera svona meðvirkur. Ég er að æfa mig að hætta að vera meðvirkur. Já. En þú ferð svolítið úr ökli í eira. Já. Bara að passa það líka. Hvað? Að þú veist, þú ert hættur að vera meðvirkur, þá máttu ekki vera bara vond. Já, það er issueið.
það er bara stór issue. Já, ég að þú að læra millivegin. Ég veit það, en hvað á ég að gera? Hvað á ég að gera? Bara spurja hann, Ég meina, hann gæti alveg verið ennþá hérna með okkur og bara, við höfum alveg getið að fara í gegnum það. Já, just. En, samt bara fín heimsókn. Ég meina, en þetta er sem bara satt. Gaurinn bara, hérna... En hann mér fannst hann rostaði, svolítið, sko. Hann fleiri followers en þú. Eins og hann sagði, skiptir einhver máli þetta followers stemmi, skiptir einhver máli. Þetta var... Ofboðslega þetta góður drengur. Já, hann góður drengur. Fallegur. Sko, mér langaði að segja eitt. Þú er búin að segja þetta núna í eiginlega öllum þáttunum, að eitthvað sé góður drengur. Já. Mér líður alltaf eins og þetta sé eitthvað svona glæpamaður sem þú ert að lýsa. Nei, akkur. Ég fæ bara svona tilfinning, bara svona... Þú þekkir Adam. Já, hann frábær gaur. Nákvæmlega. Og góður drengur rétt hjá þér. Nákvæmlega. En þú þarft ekki að segja það. Af því að... Kannski eru hlustundar að nóta sem halda þetta sem einhver bad boy. En þetta bara góður drengur. Hann kannski bara 50-50 bad boy. Ég nota þetta alveg mikið. Já, þú notar þetta mjög mikið. Já, mér finnst hann frábær drengur. Góður drengur. Já, hann góður drengur, en það má ég útskýra þetta bara aðeins. Bæða vegi, hvernig finnst það í sem pillur á borðinu? Mér finnst svolítið töff. Já, þetta er svona pillur. Þetta er Lionsminni sem hann gaf okkur. Já, Lionsmin. Nei, þegar þú segir góður drengur, þú sagði þetta líka yfir Sigga, gaurnum Instagram. Já, það frábær drengur, góður drengur. Já, það góður drengur. Ég hugsaði að Siggi væri bara harðkjarn að glæpa maður. Já, þú veist, mér líður eins og þú sett svona verjan út frá einhverju öðru, skilur til dæmis. Ok, til dæmis. Þú taka dæmi hana. Adam hann menna slæmur, hann gerir mistök, en hann rosalega góður drengur. Ég fæ þessa orku. Sérstaklega þegar þú segir á fyrrabræði eitthvað sem góður drengur, bara eitthvað þurru. Bara svona eins og, bara svo þetta, þetta er góður drengur. Áðurinn ferð þangað, áðurinn ferð að segja að hann sé eitthvað neginn svona eða hins einn, hann mjög góður drengur. Bara láta það vita því. Ég finnst það frábær drengur. Virkilega góður drengur. Já, Adam. Já, hann það. Það er bara hárrétt. En það eitt sem ég setti á þann í story hjá okkur. Já. Með matakombo. Og ég verði að ræða við. Ok. Það er búið að koma svo mörg klikkuð. Já. Þetta er fólk sem með einhver matakombo. Og ég ætla að byrja hérna á einu. Já. Þorsteinn Daniel. Hann borðar kjötfass og spagetti saman. Új. Er það skrítið? Új, já, það er mjög skrítið. Það er mjög skrítið. Það er mjög skrítið. Ég heldur hann eldið það saman líka. Þannig að kjötfassi svona, új, maður. Svona olíubrák. Já, új. Ok. Új, olíubrák er ógeðslegt orð. Ritz keks, misingur og bananasnið. Það er bara eitthvað troll. Nei? Það hlýtur að vera troll. Nei, akkurri. Misingur. Það er sem ekki mising. Jú. Færðu þú það mising? Nei. Fucking segja, sko. Ég ætla að segja. Hérna er eitt það skrítnasta sem ég hef lesið. Já. Lakkrís og tómatar. Já, ég get að sé það alveg fyrir mér. Hvernig? Ég veit það ekki, það bara make a sense. Má. Það er eitthvað við bræðleikuna, sko. Ok. Bugles með túnfisksalati. Það make a sense, það make a mjög mikið sense. Ok. Þú veist, það er bara alveg svo Ritz keks í rauninni. Eða eitthvað svona lugkeks. Lugkeks, jú. Jú, lugkeks. Ristabrauð og sykur. Það er fáránlegt. Strá sykri ofan og ristabrauð. Þetta er ekki vafla. Nei. Þú ert ekki með vöflur. Þú ert að miskilja. Ég held að þú setja eitthvað ruglast. Ég hólst alltaf upp í svona, ég fekk alltaf vöflur. Þetta er einn kona mínu skapi. Já, ok. Hún skýrir þetta drullubrauð. Já. Það er ristabrauð með tómatsósu, remalað og sinnepi. Új. Ég myndi borða þetta allan daginn. Tómatsósa, remalað og sinnep. Já. Bara allt saman. Já. Þetta er bara leðja. Já, þess vegna kallar þetta drullubrauð. Já, þetta er ógeðslegt. Þetta er ógeðslegt. Svona gerist þegar matur er svona dýr. Já. Við förum bara ykkur rugg. Það er eitthvað, já, ok. Sko, hérna er eitt Ritz keks með remálaði. Új. Það er nasty. Ég er samt gett alveg trúið að það. Já, auðvitað getið þú það. Já. Ef að samlokan sem hún gafst mér á hann er eitthvað basic fyrir það. Það var mikið það alveg sens, sko. Új, bara. Steikt blóðmör með sykri. Já, mikið sens. Ég hef heyrt þetta. Það er ekkert skrítið kombo. Ég held að það sé bara mjög... Já, ég hef heyrt þetta sé gott. Já. En ekki fyrir mig. Nei. Sko, það er alveg sömið það sem er ekkert eitthvað fárlega skrítin.
þú veist, pulsa og sinnep. Já, þú veist, brauð með banana og lifrakæfu. Þú veist, það er alveg spes. Já, pínu spes. En ég myndi ekki segja þessi crazy. Nei. En hérna er annað sem er crazy. Ok. Hrátt pasta. Já. Með karamellu í sósu. Ói. Hvernig datt er Já, það? það er líka það sem ég pæla út í. Hvernig fékkstu þér þetta? Fyrst. Þetta er, já, ekki pening fyrir mig. Bara það er, þú veist, það kostar okkur fjölskyldunum 80 skall núna að fara á, þú veist, Dominos eða eitthvað. Ég ætla að hendi eitt. Já. Hear me out. Hvað er við til sem er ekki miklað? Kakósúpa með sviðasult. Ói. Gauður, kakósúpa er svona sick. Gauður, það er fucking gott. Jú, hún er fín, sko. Já, ég veit ekki sem hún er sick. Það er ógeðslega gott, sko. Steikt slátur og eggjarhæra. Já, make sense. Minnst alveg make sense. Eggjarhæra passar eiginlega við allt. Eggjarhæra er sick, sko. Hérna kom einn góð líka. Gæti eggjarhæra redne. Konserta og Monster. Gauður, ég fucking hyper núna, sko. Ég fór svona í einhver. Já. Það er alveg fullt hana. Ég er nefnilega með langar að smakka sumt hana. Já. Til þess að ritskeks með reymalaði. Einmitt. Þú veist, ég held að geti verið stemming. Ekki gera það. Jú, prófa það. Já, ég ætla að gera það. Drullubrauðið. Please, ekki gera það. Það er hræðilegt, sko. Ég veist, það þarf ekki steiktan lög því þú ert með krönsi í ristabrauðinu. Einmitt, já. Þetta er sniðugt. Þetta er svolítið sniðugt. Sko, en djúðlega gott að fá Adam. Þú veist, við rættum eiginlega ekkert mat, við rættum helling mat. Modeling og eitthvað. Hann er bara áhugaverður gaur og þú veist, við getum einhvern veginn ekki talað Adam þegar kemur að mat. Þetta er svona þáttur sem ég ætla að biðja fólk að vera ekkert að horfa í mynd. Nei, sleppið bara. Þið þurfið þess ekki. Nei. Þetta er svona einn af þeim. Einn af þeim. Af því ég horfði stundum á skjáinn. Já. Mig hliðin á honum. Já. Þú veist, hann eins og sætkartöfla. Þetta er ekki gott. Og ég eins og, þú veist, já. Pældi hvað er erfitt að vera svona fallegur. Já. Kemst einhvern veginn ekki upp með neitt? Nei, ég myndi líka bara, þú veist, eins og með þessa innlandsferð. Já. Ef hún nú gerðist. Og, já, þú veist, alls konar conspiracy kringu það. Já. En ef þetta var svona, eins og hann segir, ímyndaðir bara að þú ert svo fallegur. Já. Að það kemur bara eitthvað gæi frá Indlandi og segir bara, hæ, mér langar í þig. Komdu með mig til Indlands. Já. Í fyrsta lagi, mér veist, bara rautt flagga og sagði já. Já, einmitt. Það bara, já, ok. Hei, þetta voru aðeindir. Þetta er allt. Þetta, þú veist, allt Indlands. Til dæmis þetta, að segja bara já og fara bara til Indlands. Já. Það styrkir the conspiracy. Ég veit það. Þetta er eiginlega bara ótrúlegt. Það er bara, ég meina, mótel gerði þetta. Já. Mótkjáft. Það veist, er mitt. Þú veist, það sem ég vil sjá gerast er, já, hvar er Adam? Já, núna leggistu hlustundu bara saman á eitt og finnum út úr þessu. Það væri ógeðslega gaman ef einhver svona forritari eða einhver svona snillingur sem kann betur á Google heldur en ég. Já. Geti grafið eitthvað upp af Adami, því að við þurfum í fyrsta leið, sko. Það þarf líka, þetta er svona eins og með Jón Jónsson. Já. Þú veist, það er enginn svona fullkominn. Nei. Skilur, við þurfum að finna eitthvað á hann núna. Af því að minnum átt ekki mín höndlar þetta ekki, sko. Nei. Bara gjössamlega höndlar þetta ekki. Og þú veist, ég meina, já, við erum bestu vinnir að mínum mati. Að mínum mati er ég og Adam bara með betri vinnum, sko. En þetta var skemmtileg þáttur og já, þetta var gaman. Við bara komum að vikuleiðinni. Já. Með annan ákveð eitthvað. Ég var að pæla í Epstein-dæmi, mér finnst þetta svona spennandi. Vá, hvað ég glaður. Fá til okkar hann að taxabílstjóran. Já. Það var fyndið, maður. Hvað? Sástu það ekki? Nei, íslensku gæði sem var í Epstein-skjólunum. Taxabílstjóri? Já, hann skuttlaði þeim á milli staða hérna. Já. Og hún var að senda greiðslur. Einmitt. Og hann var bara í Epstein-skjólunum. Fám hann. Pælti Fám hann, já. Pælti því að vera stimplaður bara í Epstein-skjólunum út af því að þú skuttlaði þeim ekki. Já, þú varst bara hei, bara pabbi. Nei, þetta er allt dark umræðurni. Ég get ekki farið. Nei, sko, ég fór svona að hugsa en að fá til okkar sálfræði. Já, fara á dýftina. Já, ræða sálfræði. Já. En kynjafræðing. Já. En við förum í kynfræðslu. Já. Það væri eitthvað. Já. Það er eitthvað þarna. Herri. Við ætlum að bara ræða titl og píkur í næsta þetta. Boom! En eitt sem við glemdum að nefna samt, þú veist, bara í byrjun þáttarins. Já. Gjafaleikun okkar eru fullum ekki. Herði. Sko, við glemdum að segja í gjafaleiknum, af því að sko, við erum alltaf bara, við erum að læra. Við erum að læra á þetta
hvenær við drögum út og það verður í næsta þetta. Já. Já. Það ekki? Jú. Í næsta þetta drögum út, það er góð hugmynd. Já. Og þannig að bara fara að inn, likea, deila, subscribe. annars ertu keila. Nákvæmlega. En tjekkja á okkur á YouTube, Spotify, Spotify verður góð við okkur næsta þetta. Það áttu ekki að brjóta lögin kannski? Einmitt, já. Bannað að nota önnur lög frá öðrum, ekki nota önnur lög frá öðrum. Nei. Annað. En má ég syngja það? Ég veit það ekki, þú veist. Nei. Já. Ég ætla að passa mig. Já, bara guðanbænum. Ekki segja það. YouTube, TikTok, Instagram. Já. Og Apple Podcast og Spotify eða hlýðir okkur. Já. Og bara, þú veist. Einpæling. Já. Við erum útastöð. Bara kaupa tíðni. Kaupa tíðnina. Og vera bara með podcastu okkur í gangi. Já. Bara on loop. Já. Sami þátturinn. Já. Alltaf í gangi. Já. Eða þá, þú veist, eins og þegar við erum konum með 300 þætti. Að vera bara með lúpu. Þetta er brilljant. Er það ekki? Ég veit það ekki. Já. Mér finnst ég alltaf að gefa svo góður hugmyndir. Já, þú ert svolítið að gefa þetta bara fram núna. Til alla. En sko, hvað kostar að kaupa sér tíðni? Það veit ég ekki. Við þurfum að pæla í því. Já, þú veist, það er bara eitthvað sem auglýsingar græja, sko. How much does tíðni kostar? Hvað kostar tíðni? Hvað kostar tíðni? Það er þess að þeir eru eitthvað feita reglur baka þetta, sko. Já, má orðið ekkert hver sem kaupa sér tíðni. Nei. Annars væri menn kannski bara predika, þú veist, nasisma. Já, einmitt. Hate speech. Já. Nei, þá er betra að gera podcast. Já, ég held að. Ef þú vilt vera með hate speech. Nei, sko, samkvæmt þessu, sko, þetta tengist talstöðum. Kaupa sér bara talstöð. Bara svona tíðinni fyrir bara hlustendur okkur glæður. Við erum ekki með Discord-server, við erum með talstöðartíðinni. Já, og eru kannski með eitthvað sem að ítir á takkan, eitthvað þungt. Síðast átt og góður. Síðast átt og frábæri hjá. Yfir. Hvað er að gera kvöld? Já, ok, geggja. Takk fyrir að hlusta og já, tjekkja okkur alls staðar. Já, ég er Stífur. Já, einmitt.